Kristjáns Kristjánssonar og Sigrúnar Ósk Kristjánsdóttur leggjum við okkar á mörkum og gefum þannig sérstökum börnum tækifæri til betra lífs. Egill Eðvarsson stjórnar útsendingu. Gott kvöld og velkomin í þessa beinu útsendingu héðan úr sjónvarpssal, bæði þið sem heima sitjið og ekki síður þið sem eru hér í salnum með okkur. Við munum á næstu 2 tímum bjóða upp á dagskrá tileinkaða þeirri landsöfnun sem hefur staðið alla vikuna og nær hámarki í kvöld, en söfnunin ber yfirskriftina Sérstök börn til betra lífs. Já, þeir peningar sem safnast munu renna óskiptir í stofnun þjónustumiðstöðvar sem fengið hefur nafnið Sjónarhóll. Fjöldi manns situr við símann einmitt núna og er tilbúið að taka við símtölum frá ykkur, áhorfendur góðir. En númerið ætti að birtast hér á skjánu núna og ég nefni það til öryggis 755 3000 og þið munið heyra það oft í kvöld. Það er vissra að nefna það sem oftast. Áður en lengra er haldið ætla ég bara að bregða mig hérna fram og athuga hvernig þeim ágætu sjálfboðaliðum sem hér eru frammi gengur að svara í símann. Og við svissum bara hérna sæti. Ok. Já, við munum taka á móti góðum gestum hér við Kristján og Sigrún frammi á Markúsartorgi sem svo heitir og hér í salnum er stödd Ragna Marinósdóttir, formaður Sjónarhóls, en hún er einn af þeim sem hafa borið hitann og þungan af landsöfnuninni. Eigum við ekki að klappa hana hingað upp? Ragna! Blessaðu sæl. Vertu velkomin hérna til okkar. Takk fyrir. Til hamingju með daginn. Já, takk fyrir, sömuleiðis bara. Við skulum hérna, þó að sé svo margsinnis búið að skýra það í vikunni, fara enn og aftur yfir það nákvæmlega hvað við ætlum og þið ætlið ykkur að gera með þessu fyrirbrigði, þessari miðstöð Sjónarhóli. Já, við ætlum okkur að vera með ráðgjöfstöð þar fyrir foreldra og fjölskyldur barna við sérþarfir. Þegar börnin eru búin að fá sína greiningu og meðferðarúrræði þá finnst okkur og foreldrum almennt að þeir séu svolítið skildir eftir í lausu lofti. Þeir þarfnast frekari upplýsinga. Það er ýmis úrræði þarna úti og þjónusta sem að fólk á rétt á, en einhvern veginn vegna þá gengur svolítið illa oft að fá allar þessar upplýsingar á einu bretti og þetta er töluverður frumskógur erfitt fyrir fjölskyldur að leita þessu eftir, þannig að við ætlum að reyna að vera þarna á Sjónarhólnum með ráðgjafa sem munu aðstoða þessar fjölskyldur eftir fremsta megni og við munum líta svo á að við séum umboðsmenn fjölskyldunar, þessir ráðgjafar, þannig að fjölskylda sem kemur inn og biður aðstoð, að henni er sinnt þar til að hún telur sig vera búin að vona eiginlega aðstoð og svo bara eins og Lína sagði einhvern tímann, þegar þið fara heim þá geta þið komið aftur einhvern tímann seinna. Já, einmitt. Og þarna markmið er sem sagt að fjölskyldur barna sem eru, já, sko, sumir hafa sagt langveik börn, aðrir segja fötluð börn. Þetta er í rauninni sérstök börn, það er að segja öll börn sem eiga við einhverja erfiðleika þetta, ef svo má segja. Já, það má segja. Þetta er náttúrulega 4 félög sem ætla að sameinast rekstur á þessari þjónustumiðstöð. Það er stýrt af lamara og fatlaðra, mikið fjöldi stuðnings langveikubörnum, Landssamtökin Þroskahjálp og foreldrafélag barna með ADHD sem var áður félag misþroska barna. Og þannig að þetta er öll flóran í þeim félögum. Já, akkúrat. Og það fér sem að við söfnum í kvöld, það fer þá til þess að kaupa í raun og veru húsnæði, ekki satt? Undir þetta. Þessar ráðgjafamiðstöð. Og til þess að reka þetta með einhver tíma eða hvað? Já, það eru aðrir sem hafa hjálpað okkur til þess og munu hjálpa okkur með reksturinn, en í kvöld ætlum við að safna fyrir þessu húsnæði. Frábært. Og það er bara, við reiðum okkur á landsmenn ekki satt, nú er bara að menn rjúki í símann. Endilega, þetta varðar það marga, þetta eru yfir 5.000 börn og þetta eru 25-30.000 mann sem er að núti sem að kannski gera að berast með sínum börnum. Þannig að gera að setjast og fara í símann og styrkja þessar fjölskyldur, endilega. Sigrún er örugglega komin fram á Markúsartorg. Ef við ekki að kanna hvort að allar símalínur eru ekki orðnar rauðglóðandi. Jú, hérna hringja mjög margir en svona ykkur að segja og ykkur sem heima sitja, það mætti alveg vera meira. Það gildir ekkert less is more hérna, bara taka upp tólið og hringja. Það er samt alveg ástæða til þess að nefna það að við erum ekki bara hérna að taka símtölum, það er líka fullt af fólki bæði í Háskólanum í Reykjavík og í Verslunarskóla Íslands. Ég sé það að hérna hjá mér þetta er mikið úrval góðs fólks. Ég sé þarna glitta í Birgittu Haugdal og einhverja fleiri meðlimi Írafárs og hérna er Bogi Ágústsson og já, bara fullt af góðu fólki.
Já, takk fyrir það, Sigrún. Ragna, þú situr hérna hjá okkur ennþá. Ég heyrði þetta orðað einhvern tímann þannig í vikunni að þið væru kannski að reyna að fækka þeim veggjum sem fjölskyldur sérstaklega barna rekast á. Þú þekkir þetta af eigin skinni. Eru þetta margir veggir sem að þið rekist á þegar þið eruð að leita úrlausna ykkar mála? Já, þetta eru gríðarlega margir veggir og þetta fer nú svolítið eftir stundum eðli og alvarleika fötlunar eða sjúkdóma, hvernig þetta gengur fyrir sig. En vissulega er þetta margir veggir og það er mjög erfitt fyrir þessar fjölskyldur ofta að byrja að fóta sig þegar þetta liggur allt fyrir. Þetta er mikill sársauki sem fylgir því að fá svona fréttir. Þetta eru jú börnin okkar og það getur reynst okkur og mörgum mjög erfitt að rata þennan frumskóg og hugsa alla aðra þætti sem að varðar fjölskylduna. Það eru hin börnin okkar hugsalega. Fjárhagurinn, hann vil riðlast mjög mikið þegar fólk getur ekki stundað atvinnu vegna þessara sérþarfa barna sinna. Þannig að þetta getur verið gríðarlega erfitt og margar fjölskyldur eiga við miklu erfiðleika að stríða. Og ég verð að segja það að við þurfum að styðja betur við baki á þeim og þetta er okkar upphaf að auðvelda þetta fyrir þau. Þetta er einfaldara að geta farið á einn stað og fá þarna fólk sem hefur þekkingu á kerfinu, fólk sem hefur hugsanlega gengið í gegnum þetta sama og getur þar af leiðandi stutt þetta fólk gríðarlega mikið. Og ég tala ekki að ef sumar fjölskyldur sem að kannski vandamáli kannski ekki mjög stórvægileg, að þá getur svona stuðningur skipt sköpum fyrir framtíð þessari fjölskyldu. Þetta er svona eins og við segjum bara forvarna gildi fyrir fjölskyldu að líða betur með sitt vandamál og ekki síst að hún getur alltaf bankað upp og aftur á meðan að hún þarf á því að halda og það má segja það að barn sem kannski er í leikskóla, svo farið í grunnskóla og það er alltaf nýja þarfir, nýtt mál sem þarf að taka upp og það þarf að tala við viðkomandi aðila og þetta getur verið mjög erfitt. Þannig að þarna komum við til kasta og reynum að bjarga þessu miklu betur heldur en að við höfum gert í dag og ég er alveg sannfærð að okkur tekst það. Já, góðra manna hjálp. Við skulum vona það. Já, ég held það. Við sjáum símanúmerið á skjánum minna fyrir enn. Já. Kristi, manstu það? Ég man það. En hérna, við ætlum að fara að ljúka þessu, Ragna, en þið eru komin þegar, þó svo að Sjónarhól sé ekki tilbúin, þá eru þið komin með húsdýr inn í Sjónarhól, sem eru Engilráð fuglinn. Já, Engilráð ætlar að vera okkar elskulegi hérna. Ef við ekki að fá hana hérna inn, það er þessi merki fugl. Kemstu fyrir hérna Engilráð mín, já? Svona. Já, þetta er nú allt í lagi. Það mættu vera stærri stólar, sko. Já, við þurfum að huga því næstur og kemur að fá stærri stól fyrir þig. Já, takk. Já, þú ert svona lukkudýr þessara söfnunar, það ekki, og verður síðan heimilisgestur á Sjónarhóli. Já, ég ætla að vera að hjálpa þeim svolítið. Ég ætla að eiga heima á Sjónarhóli og hjálpa þeim og af því að mér finnst krakkar svo rosalega skemmtilegir. Og ég held að krökkum þykir ég bara líka svolítið skemmtileg, þannig það er gott að blanda þessu saman. Já. Og svo langar mig líka að segja frá því að seinna þá verður hægt að hafa samband við mig á netinu og tala við mig, spurja mig eitthvað og ég get gefið þeim góð ráð. Já, þess vegna heitir þú því nafni sem þú heitir þetta, Engilráð. Þess vegna heiti ég Engilráð, gefa góð ráð og vera svolítið engill. Svo höfum við fréttað líka að þú syngir eins og engill og fyrsta tónlistaratriði kvöldsins er einmitt söngur frá þér, ekki satt? Jú, ég ætla að taka hérna eitt númer. Já. Hvaða lag ætlar að syngja? Ég ætla að syngja lag eftir hana Ólafíu Hrönn. Já. Þekkirðu hann eitthvað? Já, pínulítið. Þekkir Ólafíu Hrönn pínulítið, já? Já, og textan gerði hún Eva. Eva Þengil sem er... Já, sem búin að vera svo dugleg að skipuleggja allt þetta. Já. Herðu, viltu ekki bara fara upp á svið og taka lagið? Jú, Viltu ekki byrjaði að segja okkur hvað kom fyrir þig? Þú ert með, já, verðum ekki að segja vænginn, annan vænginn í falla? Já, ég meiddi mig pínlítið, ég var að skutla mér honni í tjörnina og þá rækki ég mig í. En þetta er nú bara pínulítið. En ég þurfti að fara á spítala og láta laga þetta og þess vegna skil ég svolítið krakkana. Já. Skiljið þið? Já, við skiljum það. Já. Herðu, við bíðum ekki lengur eftir laginu. Allt í lagi. Segðu þið hvað tríóið heitir? Já, við skulum segja það. Allt í lagi. Já. Já, það er tríóið Knús sem að syngur. Tríóið Knús. Jæja, strákar. Já, fínt hjá ykkur. Munið svo bara hafa gaman af þessu og verðið sjálfir. Anda djúpt. Já. Knúsaðu mig, já, kysstu mig, kreistu mig svolítið. Faðmaðu mig og ég faðma þig. Feikn er lífið skrítið.
lítið loft. Veistu samt ég víða fer vatn, grund og loft. Hjarta mitt og hjarta þitt, hjörtun taktinn slá. Leikur ekki ljósið mitt af lífsins gleð og þrá. Elskum, virðum og vonum heitt, veröldina bætum við fláum flest í heimi breytt, við kærleikanum sætum. Bænbrotinn, víst ég voða lítið loft. Veistu samt ég víða fer vatn, grund og loft. Kissi, kissi, knúsi, knúsi, knús, kissi, kissi, kiss, knús. Ó, kissi, 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 knúsi, knús, kissi, kissi, kiss, knús. Ó, kissi, 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 knúsi, knús, kissi, kissi, kiss, knús, knúsi, kiss, knúsi, kiss, knúsi, kissi, 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 kiss, go. Pínu lítið far, já. Bravo! Þú þakkar fyrir. Já, við þakkum Engilráða sérstaklega fyrir þetta. Þetta var frábært hjá henni og skemmtilegt lag sem Ólafía Hrönn hefur samið þarna við Já. texta Evu Þengisdóttur. Já, vinkonunnar. Og þetta var faðmlagið. Þetta var faðmlagið, já. Faðmlagið. En það er strax farið að færast fjör í leikinn. Menn eru byrjaðir að skemma þetta ágæta handrit fyrir okkur Kristjáni sem voru að semja hérna í allan dag. Það var að koma Síðustu viku bara. Það var að koma í gegnum síman hugmynd sem að þarf að skoða vel og við þurfum að gefa boltan fram til Sigrúnar. Þannig var að það hringdi hérna inn maður og sagðist vera tilbúinn til þess að gefa 100.000 krónur ef Birgitta Haugdal væri til í að syngja eitt lítið lag hér. Þannig að það er spurning að gefa bara fram á Sigrúnu og sjá hvort hún get ekki talað við Birgittu. Sigrún, heyrðu í okkur? Já, hvað segir ég? Áskorun. Það er búið að skora hérna á poppstjörnu Íslands í beinni. Hún situr einmitt hérna fyrir aftan mig, er á fullu að tala í síman. Ég ætla að sjá hvort ég næði ekki að tala, hún hlýtur að vera til í þetta. Ég veit reyndar að hún er bara einn í stuttan tíma. Hérna í millitíðina þá ætla ég nú bara að nýta tækifæri og minna fólk á að hafa kreditkortin við hendina þegar það hringir. Blessuð Birgitta. Hæ, hæ. Herðu, við erum með smá tillögu hérna. Það var að koma inn áskorun og það er maður tilbúinn að borga 20.000 fyrir að sjá þig syngja. Og nú veit ég að þú ert á hraðferðirna. Er þetta eitthvað möguleiki? Að syngja? Já, ábyggilega. Getum við ekki tekið eitt lag? Er það ekki? Jú, endilega. Bara við grípum kassagítarinn og gerum eitthvað. Ef við að segja 500.000, ef að safna sérna 500.000 á hvað hafið, 20 mínútur? Já, við þurfum einmitt að fara eftir svona hálftíma. Ef við ekki að segja 20 mínútur, þannig að þá getum við tekið lagið. Mér líst rosalega vel á þetta. Herra, við segjum það, nú takið þið bara upp tólið og hringið 1-2 og bingo og þið hafið 20 mínútur til þess að safna hérna saman 500.000 og þá ætlar poppstjarna Íslands að taka lagið hérna í beinni fyrir okkur. Það held ég, þetta er örugglega, já, við klappum fyrir því. Þetta var mjög lúmsk leið til að gapa Birgittu til að taka lagið. En nú bara hringja ef það safnast, hvað, 500.000? 500.000 næstu 20 mínútur. Næstu 20 mínútur, þá kemur hún inn og tekur lagið. Þannig að það verður gaman að sjá hvort að það gengur upp eða hvort að hún sleppur við að syngja, en áfram með smjörið. Já, við ætlum aðeins að vinda okkur kannski alvarlegri mál. Fjölskyldur sérstakra barna glíma flestar við vandamál sem við fyrstu sýn virðast erfið og illleysanleg, að minnsta kosti fyrir þá sem lifa við það sem við getum kallað hefðbundnu lífi og finnst stundum nóg það álag sem því fylgir. Já, til þess að veita fólki kannski pínulitla innsýnin í líf fjölskyldna sérstakra barna fylgdumst við með degi í lífi Hjartar Más Ingvarssonar sem býr í Þorlákshöfn. Hann er 8 ára, hreyfihamlaður og þarf að sækja nánast alla þjónustu til Reykjavíkur, en það er einmitt hlutskipti margra þessara barna sem að búa út á landi. Já, við skulum fylgja Hirti í gegnum einn venjulegan dag. Nú, það er vaknað af 7 á morgnana til þess að fara fram úr og gera það sem svona hefðbundið, fara á klóstið og við förum svo fram og klæðum hann. Við þurfum að hjálpa honum alveg að klæða sig, sérstaklega í buxur og sokka. Hann getur jú klætt sig sjálfur að vissu leyti, en þá þurftum við bara að vakna svolítið mikið fyrr því hann tekur svolítið langan tíma hjá honum. Og svo fær hann sinn hefðbundið morgunmat og þá
þá erum við svona, gefum okkur bara góðan tími í það. Nú svo farið í skólan, keyrum hann í skólan því að við erum ekki ennþá farin að hleypa honum alveg einum í skólan. Þó hann gæti kannski farið á rafmagnshjólastóla þá erum við ekki alveg tilbúin til að sleppa honum. Hann búinn í skólan klukkan 12 og við drífum okkur heim til þess að fá okkur eitthvað í svanginn því við þurfum að vera að lögða stað frá Þorlákshöfn til Reykjavíkur 20 mínútur yfir 12 og við erum að vera komin til Reykjavíkur 10 mínútur yfir 1 og þá þurfum við að byrja í sjúkraþjálfun. Og þá hann í sjúkraþjálfun í 40 mínútur, svo þegar hann búinn í sjúkraþjálfunni þá fyrir hann í yfirþjálfun 10 mínútur fyrir 2. Hvað það í raun og veru sem að hrjáir hann? Það sem að hrjáir hann, það kallast cerebral palsy, CP skammstöfun. Og yfir íslenska þýðingu sem að okkur þykir ekki ofsalega skemmtileg, hún heilablæðing eða heilalömun. Það þannig að hann verður fyrir skaða í heila sem að aftrar honum í hreyfigetu. Þess vegna hann svolítið stífur og svona erfið að hreyfa sig. Og gildir þetta jafnt alla útlimi? Nei, hann sérstaklega í fótunum og það vinstri hliðin hjá honum og báðir fæturnir. Þannig að hann kreftur í vinstri hendi og sem sagt hann jafnstífur bæði við mér og í fótum. Og hann var þannig að hann stóð algjörlega á tánum og þegar hann 5 ára gamall þá fer hann í sinalengingu. Stóra aðgerð sem þá sem sagt lengingu sina og eitthvað, ég kann nú varla segja frá því. En það hefur hjálpað honum gríðarlega mikið þessi aðgerð. Nú getur hann staðið í hælana, hann hefur svona jafnvægi til að standa og getur staulast Þannig að hans vilji að reyna að bjarga sig sem mest. Svo þegar þið eru búin hérna þá brunið þið tilbaka heim í Þorlákshöfn og þá tekur svona við hefðbundið fjölskyldumynstur eða hvað? Já, þá keyrum við aftur austur og þá erum við komin heim svona upp úr 3:30 og þá nú ekki óbúslega mikið eftir að deginum. Þá hann orðinn svona svolítið þreyttur. Þá vill hann helst fara inn í herbergju og annaðhvort að horfa á vídeó eða leika sér í tölvunni. Þannig að hann vill bara vera þá í rófanæði og vill líka, hann á 2 vini sem eru jafngamlir honum og hann vill fá svolítið félagskap af þeim og þá eru þau oftast svona inni við. En fara þó út, eins og segi, þegar það gott veður þá það mjög gott. Og hann getur farið út með þeim og leikið við það út eða hvað? Hann dröslast þetta, já, hann dröslast annarkvort í göngugrindinni sinni eða í rafmagnshjólastólnum sínum og hann bara duglegur við það. Mjög stolt af honum, virkilega. Stundin núna. Núna? Já.
Núna. Hringið í 755 3000. Núna. Núna. Já. Strax. Já, það er full ástæð til að hringja núna og það er rétt að geta þess að ef það er eitthvað vandræði með þetta númer sem við sáum hann umsjónarmenn Stundarinnar okkar kynna fyrir okkur, þá eru fleiri númer sem það er rétt að minnast á. Það eru 900 númer sem að kosta ekki neitt og þau eru 3 eins og þið sjáuð á skjánum. Það er 904 0800. Ef þið hringið þetta númer þá fara sjálfkrafa 800 krónur á símreikningin. Þið þurfum ekki að tala við neitt. Af honum, ekki á honum. Já. Eða á símreikninginu af reikningnum ekkar. Það er sem sagt 904 0800 þá fyrir 800 krónur, 904 1000 fyrir 1000 krónur og 904 1500 fyrir 1500 krónur eins og stendur hérna á skjánum. Nákvæmlega. Nú, það er hægt að styrkja þessa söfnun með ýmsum hætti og margir hafa fengið góðar hugmyndir. Við erum til dæmis hér með rausnarlega gjöf til Sjónarhóls frá afa og amma langveiks barns. Þau ætla að gefa 3 olíumálverk eftir Veturliða Guðnason sem eru samtals metin á 800.000 krónur og 100 olíukrítarmyndir og stykki af þeim er á alltaf 25.000 krónur. Þessar myndir eru gefnar á Sjónarhóli sem hann hefur síðan leyfi til að selja þegar honum hendar. Ef við ekki að gefa þessu gott klapp. Og á margir að segja nýjustu tölur í svona söfnun. Við vorum að fá hér í eyrað fyrir bara nokkrum mínútum síðan fengum við tölu sem að hljóða upp á 6.952.431 krónu, hvorki meira en minna. Áður en við klöppum fyrir því þá bættist við bara rétt á eftir 1 milljón króna, hvorki meira en minna, frá Thorvaldsen félaginu sem er kvenna- og líknafélag og eitthvað hið elsta á Íslandi. Verður 128 ára í nóvember, gáðu 1 milljón. Ég held að sé alltaf verið að klappa fyrir þessu. Já, og það er ekki öllu lokið enn því að ferðaþjónustan á Bjarteyjarsandi, ég vona að færi rétt með, ferðaþjónustan á Bjarteyjarsandi, hún gefur 10.000 krónur og skorar á önnur ferðaþjónustu fyrirtæki að gera slíkt hið sama og nú er bara að bregðast vel við þeirri áskorun. Já, margt smátt gerir eitt stórt, en við skulum halda áfram að kynnast einhverjum af þeim fjölmörgu fjölskyldum sem eiga sérstök börn og við ætlum að reyna að varpa svona einhverju ljósi á þeirra hlutskipti. Já, að þessari söfnun eins og við höfum svo sem komið að áður standa ferðsamtök og í þeim dæmum sem við sjáum í kvöld þá birtast börn úr öllum þeirra. Þau eiga þá sameiginlegt að Sjónarhóll mun nýtast þeim öllum og öðrum börnum í svipari stöðu sem á eftir koma. Við fáum fyrst að heyra sögu Margeirs Þórs Haukssonar en hann er mikið hreyfihemlaður og þarf gríðarlega mikla umönnun eins og móðir hans segir okkur frá. Já, hann er 6 ára strákur með hreyfihemlun, með það sem kallað er fjórlömun og þá er hann hreyfihamlaður eða með skerta hreyfifærni í öllum útlimum og ból. Hann þarf mikinn stuðning, hann hefur stuðning í sætum sem hann er í og hann þarf aðstoð við allt sem hann gerir, allar daglegar athafnir. Hann þarf umönnun að einhverju leyti á nóttunni við að snúa sér og annað þess háttar og hann er með andlegan þroska innan eðlilegra marka og hann byrjaði núna í haust í skóla, Hlíðaskóla og það gengur bara mjög vel. Það er nú þarna í Hlíðaskóla, þau eru með mikla reynslu á því að vinna með hreyfihamlaða þannig að það er svona svolítið byggt einstaklingsáætlun í kringum hann bara. Þannig að það er... Hvernig er þetta heima við? Færðu einhverja hjálp með hann heima? Ég er ekki heima við, en hann fer 2 sinni í mánuði í skammtímavistun og svo fer hann 1 sinni í mánuði til stuðningsfjölskyldu. Þannig að það er svo hjálp sem ég fæ. Hefurðu fundið fyrir því að þú hefur verið send á milli stofnana, sérfræðinga, menn hafa ekki vitað hvað þeir átt að gera, vísa þeir frá einum stað til annars? Ég allavega hef lent í því að þurfa að standa í því sjálf og vera að hringja á milli til þess að koma málunum í réttan farveg. Og það er mjög erfitt þegar maður er sérstaklega að takast á við bara sorgin að eignast fatlað barn eða fá þessa greiningu. Strákurinn hann er sagður þess að ég fékk hugsingar hann algjör sjarmör og hjartaknúsari. Er hann bjartsýnn og góður þrátt fyrir þessa erfiðleika? Já, hann er það alveg ótrúlega og duglegur og alltaf jákvæður.
Það er alveg ótrúlegt bara hvað hann er glaðlyndur og ánægður með lífið. En foreldrarnir? Líka. Þetta farið við þá? Þetta er bara, hann er bara svo yndislegur að það er ekkert sem að engin orð sem fá því lýst. Þú ert að sækjast eftir að fá göngugrind fyrir margir. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við erum búin að vera að vinna í því síðan í sumar að fá göngugrind samþykkta fyrir hann í gegnum hjálpartækjamiðstöð sem að hann gengur vel í og veitir honum svona góðar göngurhreyfingar. Þetta er göngugrind sem hefur ekki verið til hér á landi og hún er keypt frá Noregi þar sem að öll börn sem að hafa ekki sjálfstæða göngu eða standgetu, þau fá bara svona göngugrind samþykkta á nokkra spurninga. En það hér er beiðnir endalausan rökstuðning og ég held bara að það þarf að vera einhver sem að getur hjálpa manni í gegnum svona mál. Þannig að svona mál komist í gegn án vandræða. Það gengur ekki fyrir foreldra að vera endalaust að standa í að berjast hver í sínu horni fyrir svona hlutum. Það er of mikið. Sérstök börn þurfa þinn stuðning alveg eins og þessi bíll þarf minn stuðning núna. Hringdu í númer 755 3000. Hringdu núna. Já, kæru áhorfendur, það fer ekkert á milli mála að þjóðin vill sjá Birgittu Haukdal syngja hér í kvöld. Síðan við skoruðum á hana hefur safnast 500.000 króna og þið voruð ekki lengi að því, það hreinlega stoppaði ekki síminn og núna getur hún ekkert skorast undan. Birgitta, núna er bara komin 500.000. Hvað segirðu? Er það komið? Þetta er komið, þetta er bara allt klárt. Þú skalt bara gera svo vel að standa hérna upp og koma að syngja fyrir okkur. Bara strax? Ok, æðislegt. Eltu mig hérna? Já, hérna. Voru strákarnir tilbúnir? Ég held það. Hvað, þú ert ekki til vandræði með að taka lag svona eitt fyrir á bingo? Nei. Við skulum sjáum hvað gerist svona allavega. Þetta verður bara gaman. Hvað segir strákar? Er ekki alltaf reiði hjá ykkur? Það er alltaf reiði. Ef við ekki taka vel á móti Birgittu. Passaði að klappa ekki svona var. Hvað heitir lagið sem að fá fram? Ég held að við safnast eitthvað vel á aðra milljón hérna eftir að við settum þessa áskorun í gang. Þannig að hérna bara þakka ykkur fyrir. Hvað ætlið þið að syngja fyrir okkur? Við ætlum að syngja lag sem heitir Ég og þú og er á nýju plötun okkar sem kemur. Ok, Ljómandi, lagið Ég og þú á nýju plötunni þeirra. Fáum að heyra það. Gjörðu svo vel, Írafár. Ég vildi særa þig, en hugsa verðum við, komin er á annað stig. Þú spyrð mig hvað er að, og margar spurningar, en það kemur ekkert svar. Þrátt fyrir og drauma okkar beggja. Ég og þú saman nú finnum við nýja leið. Ég og þú saman nú svart, þá framundan er bjart, því tíminn læknar allt. Ég hef þroskast nýja leið, hjarta kallaði í neyð, en mér leiðin virðist greið, en ég vil ei
Takk fyrir það, Írafár, Birgitta, Andri og Vigni Snær. Þetta var frábært, takk innilega fyrir þetta. Okkur að berast stöðugt góðar gjafir og menn þurfi ekki allir að gefa peninga. Birgir Þórarinsson, sem eigandi Egils Árnasonar verslunarinnar, hann hefur gefið parkett og flísar vöruúttekt fyrir 150.000 krónur. Gjörðu svo vel. Og það eru starfsdagar hjá Kaupþingi í Búnaðarbanka og þar var tekin ákvörðun að gefa 500.000 krónur, hvorki meira en minna. Og ég ætla að fá að halda áfram áður við byrjum að klappa. Þórarinn Gíslason hjá icelandart.com, hann ætlar að gefa listaverk upp á 490.000 og verkið heitir Lundur Reykjanes. Hverfisbarinn, sá ágæti staður, gaf 50.000 krónur og skorar á aðra veitinga og skemmtistaði að gera slíkt hið sama. Og síðan er eitt skemmtilegt sem kom hérna í gegnum inn í eyrað hjá okkur Kristjánu. Það var lítill snáði sem heitir Kári Ragnarsson. Hann tók sér til og opnaði sparibaukin og tæmdi úr honum og þar voru heilar 500 krónur sem hann ætlar að gefa óskiptar. Og hann er 7 ára gamall, þannig að við skulum gefa öllum þessum aðilum gott klapp. Ok, ég er næstur. Já. Já, það gengur sem sagt ljómandi vel. Símanúmerið á skjánum 755 3000. En við ætlum að halda aðeins áfram á svona léttari nótunum því að þessi þáttur er það langur að Spaugstofan fellur niður í sinni hefðbundnu mynd en þeir geta náttúrulega ekki hamið sig, drengirnir, og þeir eru búin að búa til nokkur lauflétt atriði sem við munum sýna hérna í kvöld. Já, eigum við ekki að renna okkur bara í spaugið, Kristján? Ég held ekki. Já. Góðan daginn. Dag. Það er æðislega flott hjá okkur, strákar. Takk. Heyrðu það bara sama tíma á miðvikudaginn? Já, ok. Þetta er seinni í millikalunum. Já. Og þú komum strax inn á 3 Já. Heyrðu, allt er góður. Heyrðu, ég kem alveg að vörmu. Já, ok. Heyrðu. Já. Hvað speglar hérna? Heyrðu, ég verð að fara mjög áríðandi fund, þannig að verði mín að bara... Ég verð aðeins að tala við þig, sko. Heyrðu, anskotin, ég veit ekki hérna... Taktu bara símann hjá mér, svo höfum við bara samband á eftir. Ok. Já, við bara... Já, við höfum bara samband á eftir. Ok. Símanúmerið er 755 3000. Hringið strax. Já, þannig var svo fornfrægi íþróttakappi Valdimar Örnólfsson að minna á símanúmerinn og það halda áfram að streyma inn framlög frá almenningi, getum við sagt. Það er hinn smáu framlög frá þeim og þau skipta þetta höfuðmáli þegar uppi staði en margir gefa þetta stærri upphæðir eins og gengur. Og við ætlum að nefna hér sérstaklega að Helgi Vilhjálmsson, sem þekktur er úr Góu, kenndur við það. Hann gaf Góa Linda fyrirtæki gefur 500.000 og hann á líka Kentucky Fried Chicken og það fyrirtæki gefur sömuleiðis 500.000 og hann skorar á fyrirtæki svipara stærðar að feta í sín fótspor og gera slíkt hið sama. Og það er einmitt eins og Kristján nefnir þá við sjáum á skjánum fjöldan allan af fólki. Þarna er Sif Friðleifsdóttir ráðherra og Jóhanna Sigurðardóttir þingmaður og fjöldinn allar af fólki þarna sem er að svara símtölum frá ykkur. Það er númerið 755 3000. Ef þið hringið í það númer þá svarar þetta fólk ykkar símtölum en síðan eru það 900 númerið sem við myndumst á áðan. 904 0800, þá gefið 800 krónur og 904 1000, 904 1500. En nýjustu tölur eru að koma. Það er 16 705.904. 904. Ekki meira en núna.
Þannig að þetta gengur svona ljómandi vel. Rok gengur, það er óhætt að segja það, en betur maður duga skal. En við ætlum að fara yfir í allt annað því að nú ætlum við að fá til okkar mjög sérstæða hljómsveit. Hún heitir Blikandi stjörnur og hefur verið starfandi í nokkur ár. Vakið mikla athygli og nýlega fékk diskur með hljómsveitinni afar góða dóma í Morgunblaðinu. Já, í hljómsveitinni er fólk sem að einhvern tíma hefði flokkast sem sérstök börn þótt fæst þeirra séu á barnsaldri lengur. En þau eru búin að koma sér fyrir á sviðinu ef við ekki bara vinda okkur í að heyra í Blikandi stjörnum. Þeir eru stórgóði hljómsveit, við ekki að klappa hann upp hérna fólk í salnum. Hvert á annað hungusaugum í vetrarfrökkunum og fljótum innan ylfarsprufur sofandi á Feiðarósi. Við erum allir feluleik föst í okkar lífavef sem að hefur eymdina. Eitthvað einhver staðar mikil því enginn veit hvað bíður okkar. Því set ég traust mitt á tækni og kvikmyndir. Í þögnin ekki segir mér sannleikann, sannleikann. Lifi ljósið, lifi ljósið þér og lýsir þér. 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 Hunts. Það eina sem er erfitt við að kaupa nýjan bíl er að passa að ekkert komi fyrir hann. Við hjálpum þér að fjármagna. Leasing. Það á að vera bæði skemmtilegt og gott að borða hollan mat. Alpen eru 4 tegundir af trefjaríku og ótrúlega stökku og bragðgóðu morgunkorni. Úr heilukorni, hnetum og þurrkuðum ávöxtum. Einmitt rétta fæðan fyrir hugsandi fólk sem vil fá mikið út úr lífinu. Alpen hollusta. Næring, ekki refsing. Krafa nútímans er lífsgæði, ferskleiki, hraði, öryggi og sveigjanleiki. Með skilvirku flutninganetti og sérútbúnum bílum uppfyllum við þessar kröfur og komum vörum þínum á áfangastað hvar sem er á landinu á skömmum tíma. Tökum það með trukki. Landflutningar Samskip. Colgate kynnir æfingatæki fyrir munnin. Colgate nuttarann. Sérstakir gummibrotar örva tannholdið, meðan sveigjanlegur burstahausinn djúp hreinsar tennurnar. Nýji Colgate nuttarinn kemur tönnum og tannholdi í gott form. Það er ekki á hverjum degi sem þú leggur aðleguna undir í viðskiptum. Þess vegna er mikilvægt þegar fasteignin þín er annars vegar
að traustir aðilar tryggi þér bestu sölu á hverjum tíma. Ábyrg þjónusta, örugg viðskipti, eignamiðlun. Byrjaðu daginn með Del Monte. Prófaðu appelsínu eða eplasafa. Góður dagur með Del Monte. Hvaða vexti ert þú með á þinni greiðsludreifingu? S24 og þú hagnast. Show me the way to your heart. No, we'll never part. Tony's laughable. Show me the colors of love. Show me now. Alsæl í undirbuxum. All days, því það skiptir máli hvað næstir. Þú hringir inn og leggur út fyrir sérstök börn. Það nefnilega það. Það streyma hér inn alls konar gjafir og auðvitað flestir koma bara beint í gegnum síman og tala við þá sem að svara hérna frammi. En það eru nokkrir hlutir sem við viljum minnast á. Bifhjólaklúbburinn Raftarnir í Borgarfirði, þeir gáfu 10.000 krónur og vilja skora á aðra bifhjólaklúbba að gera slíkt hið sama. Kvenfélagið Fjallkonurnar gaf 10.000 krónur í tilefni af 30 ára afmæli félagsins og Magnús hjá Tækniþrifi ehf. gaf 15.000 krónur og vildi skora á önnur hreingirningafyrirtæki að gera hreint fyrir sínum dyrum sennilega og gera slíkt hið sama. Segðu. Nú, Birta Karlsdóttir sem bara 6 ára, hún gaf 1000 kall, var að safna í dag, kemur hér fram. Eva Karen og Ásgeir Hinrik sem eru systkini, þau eru 6 og 11 ára, þau gáfu hvort sig 1000 krónur og PKU sem foreldrafélag innan umhyggju. Það tekur áskorun frá öðrum foreldrafélagum og gefur 10.000 krónur. Það nefnilega það og ef ekki gefa þessu fólki öllu gott klapp. En vindum okkur að því búnu í tónlistaratriði. Hingað kominn Davíð Ólafsson óperusöngvari. Hann ætlar að syngja My Curly Headed Baby eða Krullaða barnið mitt eða Krullaða ástin mín eða hvernig sem menn vilja þýða það. En með honum góður hópur fólks eða ekki? Já, með honum leikur hljómsveitin The Deep River Jordan Band eða Jordan áin djúpa eins og svo hljómsveit heitir þessar myndir í íslensku óperunni. Já, eða The Icelandic Opera náttúrulega. Já, The Icelandic Opera. Segðu þau. Ef ekki fá Davíð, gerðu svo vel. Gerðu svo vel. Sit below the sky and sing a song to the moon. Oh, my baby, my little darky baby, your daddy's in the cotton field, working for the gold. Oh, la 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 bye bye. 'Cause you want a moon to play with, or the stars to run away with. They'll come if you don't cry. So la 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 bye bye. In the mommy's arms be creeping. And soon you'll be asleep in la 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 bye. Oh, my baby, my curly-headed baby, I'll dance you fast to sleep and love you so as I sing. Oh, my baby, my little darky baby, just tuck your head below the mommy swing, it's like a bird. So la 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 la
stars to run away with. They'll come if you don't cry. So la 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 bye bye. In the mommy's arms be creeping, and soon you'll be asleeping. La 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 bye. Já, enn streyma hér inn gjafirnar og nú er það Volare, heimasölufyrirtækið í Vestmannaeyjum sem að gaf 100.000 krónur og skorar auðvitað á önnur heimasölufyrirtæki að gefa 1% af veltu eins og þeir gerðu. Vel að svikið, 2 áskorunir í viðbót, Körfuboltafélag Ísafjarðar, 10.000 krónur hefur það félag gefið og skorar á önnur körfubolta og reyndar íþróttafélag að gera slíkt hið sama. Nú bílalegan Átak gaf 20.000 krónur og skorar á aðrar bílalegur að gera slíkt hið sama. Sumar af þessum keðjum eru þegar farnar af stað auðvitað eins og verið ber, en við ætlum að heyra aðra sögu af litlum dreng, lítilli hetju, sem er 12 ára og heitir Ragnar Vilberg Bragason. Hann er dæmi barn sem fæddist heilbrigt en veikist svo alvarlega og þarf eftir það mikla umönnun. Já, við skulum sjá hans sögu. Ragnar, hann fæðist heilbrigður. Veikist þegar hann fær vírus og heilan þegar hann er tæplega 2 ára. Og sem er orsakavaldur af því að hann er þroskaeftur í dag. Í dag er hann þannig að hann getur aldrei verið einn. Ég þarf að sinna honum alla hans vökutíma og það þarf að fylgjast með honum svo hann fari sér ekki að voða. Á ýmsum sviðum er hann við 2-3 ára aldur en hann getur líka verið eldri á öðrum sviðum. Þannig að andlegur þroski hans er í engu samræmi við til að mynda líkamlega þroska? Alls ekki. Og hann er mjög stríðinn og getur eyðilegur hluti og er mjög sterkur. Og vegna þess að hann fær framheilaskaða þá er hann á hana til að slá mjög mikið. Þannig að maður fær nokkur högg frá hann. Þú bjóst og þið í Danmörku þegar að þetta gerðist, ekki? Og þú ert tildrað nýflutt hingað heim. Er mikill munur á því að vera með barn þessara gerðar í Danmörku eða á Íslandi fyrst? Það er stór munur og þá aðallega er það kerfið sem er snúið hér. Þú veist að Ragnar hafi það jafn gott hér á Íslandi eins og í Danmörku. En sem foreldri fatlaðs barns er þetta mjög erfitt og snúið kerfi. Hvernig lýsir það sér? Það lýsir sér í að það er mjög hægvirkt. Það er margar stofnanir sem maður þarf að leita til og maður þarf að finna út úr því hvaða stofnanir maður á að fara til. Og það er í rauninni, ég hef ekki fundið fyrir því að sé nokkur á Íslandi sem heldur utan á fjölskylduna. Það er annars stór atriði á milli þessara 2 landa er kostnaðurinn í sambandi við að falla barn. Ég finn mikið fyrir því hvað ég þarf að borga mikið fyrir lengda viðveru, tómstundir í skammtímavistun og þetta þurfti ég ekkert að borga fyrir úti. Þetta var allt ókeypis að þau forsendum að hann þurfti á meðferð að halda og þetta var kallað meðferð. Þú átt annan dreng eldri 12 ára. Hvernig er sambandið milli bræðranna? Sambandið milli þeirra 2 er mjög gott. En þessi 12 ára gleymist náttúrulega mjög mikið. Og það er mikið á hann lagt að eiga bróðir eins og Ragnar.
Já, það streyma hér inn alls konar gjafir. Dorg EHF gefur andvirði hálfs tons af þorski sem er það bil 100.000 krónur og skorar á Trillukalla að gera slíkt þið sama, þannig að spurning hvort þeir verði ekki við því. Já. Og það er sko notabene andvirðið, ekki þorskinn sjálfan, við höfum ekki neitt við hann að gera. Nei, við viljum ekki fá hálft tonn af þorski á tröppurnar heima hjá okkur. En það er nú rétt að koma hér með smá leiðréttingu því að Ragnar sem við sögðum nú víst ranglega að væri 12 ára gamall, hann er 9 ára og við biðjumst nú velvirðingar á því að fara rangt. Með það. Það var því til haga haldið. Já, en það er meira hér fyrirgefðu, já. Já, fyrirgefðu. Hér er Hótel Leifs Eiríkssonar, gaf 47.000 krónur og ástæðan svo þetta er 1.000 krónur á hvert herbergi í hótelinu og þau skora á önnur hótel að gera slíkt þið sama. Margrét S. Einarsdóttir gaf 1.000 krónur á hvert barnabarn og skorar á aðrar ömmur og afa að gera slíkt þið sama fyrir sín barnabörn. Þau eru 7 hjá henni Margréti þannig að það er 7.000 krónur þar. Gæðabón er með 20.000 kall og skorar á önnur þrif fyrirtæki að gera slíkt þið sama. Já, Íspólar EHF, svo ég taki nú við þessu, 75.000 krónur, Kvenfélagi Baugur í Grímsey 50.000, skorar á önnur kvenfélög að gera slíkt þið sama. Kívanisklúbburinn Brú í Keflavík 25.000 og skorar á aðra kívanisklúbba. Hvað getur maður sagt annað en í staðinn fyrir að segja alltaf að gera slíkt þið sama? Ekki til eitthvað annað orðalag. Og smá brauð í Hafnarfirði, þau ætla að styrkja Sjónarhól í 1 ár með brauði og skora á önnur bakari að láta eitthvað af hendi rakna. Þetta er nú frábært. Þetta er mjög gott og við skulum eftir þessa miklu romsu, ertu með meira? Já, það er með meira, já. Já, ég er með meira hérna því að Árni Njálsson heitir maður og hann ætlar að gefa ákveðna upphæð ef Ögmundur Jónasson alþingismaður sem á að vera þarna frammi er tilbúinn að hringja í hann. Ögmundur er að fá símanúmerið í hendurnar og verður að hafa hraðar hendur við að hringja í Árna Njálsson. Ef Ögmundur er til í að hringja í Árna þá fáum við eitthvað pening, þetta er ágætt. Já. En hérna, hvað erum við að koma í núna? Ég ætla að segja sko hvort einhverjum myndi borga eitthvað pening fyrir að þessi fólk myndi ekki hringi í það. Nei, þetta er svo, hann er Ögmundur, hann hringir í Árna, ég viss það. Ögmundur er góður maður. En það er komið að spaugi og skopi, spaugstofan næsta dagskrá, eða ekki? Jú, ég held að. Eitthvað meira frá þeim? Er eitthvað möguleiki að við fáum að sjá símanúmerið aftur? Hver símhringing skiptir máli? Hringdu núna. Muna. Fá sér bæði litlari og nettari vél. Nei. Líka hækka ljósi. Vídeóloggur, laugardaginn 1. nóvember 2003. Ég verð að koma þessu frá mér áður en þið áttast á því að ég er búinn að sjá í gegnum þetta samsæri. Forsetaembættið. Ég er nefnilega verið að pæla í því. Sjáðu bara. Þetta er gott. Hérna er nefnilega Bessastaðir, sko. Þar situr Ólafur Ragnar. Gaman. En Dorrit hefur reyna að fá hann í burtu með sér. Allar í hingað. Hún segir, komdu hérna kannski þið stjórnara. Nei, segir Ólafur. Og þá allt í einu kemur Davíð Oddsson. Það er spurning hvað hann ætlar sér að gera í þessu sambandi. Kannski byrja hann aftur með útvarp Matthildi. Aldrei að vita. En þá segir Markus Örn, nei, sjáðu það koma svo mikið slagsíð allt í einu á þetta. Og hann segir, nei, förum bara, það gengur ekki að vera hér. Þá kannski vill hann taka þátt í þessu kapphlaupi og reyna að smygla sér hingað inn, sko. En það gengur ekki vegna þess að Ingibjörg Sólrún, hún er búin að lauma sér hérna bakdyra megin. Já, í alveg talað. Og hún er ákveðið að skilja eftir opi hérna, svo hún komist alltaf aftur út. Og þá kemur Jón Baldvin hérna, og hérna frá Votta Helsingi. Munið þennan, Votta Helsingi, góður þessi. Pælingi hún. Þau eru kannski að taka þátt í þessu líka. Nei, það er ekkert gaman að því. Og þá allt í einu kemur Ástór Magnússon, það er að koma jól. Og hann er sem að sér, besta kannski að setja kartöflu í skóinn bara þá sé Friðleifs að því að hún er búin að setja Friðarjúpul og svona. Þá sé Friði Sif, á Friða er bara kartöfluna, ha. Og allt þetta er brjálað. Og þá uppgötvast allt í einu hvað er að gerast. Sjáuð ekki hvað þetta er? Sjáuð ekki mynstrið? Þetta er norska skjaldarmerkið. Sjáðu ekki? Þetta er allt eitt allsherjar norskt samsæri. Þess vegna bara varði að koma þessu frá mér áður en taka mig úr umferð, bara hreinlega úr sambandi. Kannski taka mig líka úr sambandi. Sérstök börn þurfa þinn stuðning. Hringdu núna.
Já, hérna allt að gerast, hér fólk að taka við símtölum af miklum móð og framlögin streyma inn. Ég sé að Rannveig Rist meðal fólks hérna. Hvað segirðu, gengur þetta ekki bara ágætlega? Jú, það alveg brjálega að gera, þetta mjög gaman. Ertu búin að fá okkur stóra gjafir? Já, svona aðeins, það bótast inn, já, kemur. Ég frétti að þú hefði nú bara byrjaði að hringja eitt símtal sjálf. Já, ég byrjaði bara á því að hringja í mig hérna og fyrir hönd Ísal í Straumsvík, Valkan, þá lagði ég inn 1 milljón og ég skora á fleiri fyrirtæki að drífa sig í að taka þátt, vera með. Þetta almennilegt, bara kærar þakkir fyrir þetta, mér líst vel á ykkur. Og þú ætlar að vera hérna eitthvað áfram í kvöld? Já, ég ætla að vera hér í svona klukkutími viðbót og taka á móti framlögum, hvet fólk til að hringja og koma með framlög. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. En söfnuninni barst mjög góður liðsauki í dag og það var engin önnur en Lína Langsokkur sem ákvaða að hjálpa okkur í þessu. Það náttúrulega mjög vel við hæfi, það sér það hver maður, en það Lína eina manneskja sem með lögheimili á Sjónarhóli og óneitanlega sérstakt barn. Hún fór á flakkirna í höfuðborginni, heimsótti nokkur fyrirtæki og reyndi að skrapa saman einhverjum seðlum. Við skulum sjá hvernig það gekk hjá henni. Já, hún byrjaði í Pharmaco og þeir tóku mjög vel á mótinni. Sko, klikkar ekki á smáatriðin hún Lína. Þarna sáum við Línu í Pharmaco, var mjög vel tekið á mótinni þar og hún hélt áfram og heimsótti kvenfélagið Hringinn. Hún nú ekki vandræði með þetta hún Lína. Knúsar alla og kissir náttúrulega eins og vera ber. Svo hélt hún áfram nóga fyrirtækjum til þess að heimsækja og Össur var næst á dagskrá. Og svona til þess að það sé á hreinu að þá var þetta Delta Pharmaco sem hún Lína heimsótti fyrst. Frábært þegar hjá Össuri tóku vel á mótinni og gáfu henni sanda seðlum og síðasti áfangastaður var Landsbanki Íslands. Ég náttúrulega að bulla. Hérna hún hjá Pokasjóði. Pokasjóði verslunarinnar. Jú, vel tekið þar. Og þá var það Landsbanki Íslands. Margir aðdáendur sem bíða hennar þar. Sko, engin smákassi og þá bíðum við bara eftir til okkar í hús. Reiknum með að hún komi með þetta alltaf á eftir. Stundin núna, hringdu strax. Síminn 7:55. 3000. Takk fyrir. Það nefnilega það skemmtilegt hjá Ólafi Kjartani. Og ein örstutt lítil gjöf hér, eða það sé ekki lítil en hérna þetta á svo litlu miða sem lítil en hún stór. Stórvægileg, já. Það Matvæla- og veitingasambandið sem ætlar að gefa 200 krónur á hvern félaga
og það verður samtals 250.000 krónur, þannig að það er ekki lítil gjöf og það er meira áður en við förum að klappa. Já, ég held við ættum að leiða við klöppum fyrir Matvæla- og veitingasambandinu og þá ættum við að klappa sérstaklega fyrir Rannveig og Rist og Ísal sem gáfu 1 milljón og svo þetta þessum 5 fyrirtækjum, stofnunum og samtökum sem að Lína heimsótti og voru svona rausnarlega. Delta Pharmaco, Kvenfélag Hringurinn, Össur, Pókasíða Verslunarinnar og Landsbanki Íslands. Við skulum gefa þessu öllu gott klapp. En þá er komið að lítilli sögu af sérstakri stúlku. Hún heitir Hekla Björk Hólmarsdóttir. Hún er 30 ára. Hún er bæði með sjúkdóm sem oft er nefndur Golden Hair, heilkenni eftir manninum sem greindi hann fyrstur, og hjartagalla. Já, en Hekla þó ekki eina á báti því hún hefur við hlið sér í sinni baráttu Kötlu Dögg, tvíburasystur sína, sem eru auðvitað veitt henni mikinn stuðning og við skulum sjá sögu þessara litlu stúlkna. Mig grunaði hana náttúrulega þetta strax. Hún náttúrulega var með svona sepa í andlitinu sem að bara sagt að það var ekkert mál að taka og fjarlæga. En þetta er kannski bara einhver tilfinning hjá móðir, þannig ég spurði strax í byrjun hvort það ætti ekkert aðdóma með hjarta og lungun hjá henni af því hún hafði verið með vanþrif á meðgöngu. Og það er ekki standard að gera það og þannig að þegar Róma kom til mín og tilkynnti mér að hún væri með þennan hjartagalla þá var það náttúrulega rosalega mikið sjokk. Það var bara eins og algjörlega, fótunum kippt undan mann og mann raun og veru fyrstu viðbrögð með þegar maður fekk að vita hversu alvarlegt það væri og hvernig að það var spurningur raun og veru hvort hún myndi lifa. Að mín fyrstu viðbrögð því miður voru þau að mér fannst bara, ég hugsaði bara, hún er bara, læknarnir sjá bara hana, ég einbeiti bara mér að hinum tvíburunum, henni Kötlu. Og svo fekk maður náttúrulega samviskubit í því, en það er mjög þægilegt, maður fekk að vita eftir á að það er náttúrulega, þetta er eðlileg viðbrögð. Það er, þetta er bara svona fyrstu viðbrögð oft hjá foreldrum. Og að tengja barninu, maður verður svolítið nervus við að tengja barninu mikið, hvort maður eigi að halda sér í fjalla. En þetta kom síðan alltaf meira og meira í ljós með Heklu og við hittum þannig erfðafræðing og það kom alltaf nýtt og nýtt í ljós, þannig að þetta var. En fyrsta sjokki var náttúrulega mesta sjokki, þannig að mér fannst, þegar ég fekk að vita að það var lokan í hlustinu, það var þetta og hitt, þá fannst mér það svo lítið fjölögt miðað það að ég var búin að fá vita hjarta, þannig að ég var eiginlega, fannst það eiginlega svona aukaðri í raun og veru, það var eiginlega átt að segja á því fyrir bara eftir á hvað það skiptir raun og miklu máli. En svo náttúrulega bara fer mann af spítalanum og það er eiginlega sem mann verður svona eiginlega lost. Bara hvað réttindi mann eigi og hvað mann eigi að gera og mann er þarna með alvarlegt veikt barn eitt í höndunum sem vill ekki drekka og þarf að vera með sondu í nefinu og þarf að sinna. Og hún náttúrulega veikist mjög fljótlega aftur og fer inn á spítala og þá er það að ég fæ heimahjúkrunarkonu sem skiptir náttúrulega ofboðslega miklu máli og því finnst mér vannýtt það er þessar heimahjúkrunarkonur, það skiptir bara sköpun ekki bara í samt við barni heldur, það er líka að fylgjast með andlega þættinum bara í allra fjölskyldunar. En kerfismálin var í raun og veru ekkert að spá í þá hluti á þessu augnabliki. En þannig það vantaði raun og veru einhverju annar kæmi inn og bara settist niður mann og sagði manni réttindi manns og maður var ekkert að fara í þá hluti. En auðvitað náttúrulega þurfa allir, það náttúrulega kemur peningavandamál, eðlilega þegar ég hætti alveg að vinna, maður minn gat ekki unnið í 6 mánuði þegar þetta náttúrulega fyrir það snemma út og svona. Þannig að auðvitað koma þau hlutir inn í og þá finnst mér alveg óþarfa orka af hjá foreldrum að vera að fara í það að kynna sér réttindi sín og það er svo alltaf hver einastu foreldri að kynna sér hjóli upp. En það er fullt af hlutum til í kerfinu, það er bara þú þarft að vita hvert þú ert að leita, hvað er rétt áttu og hvað er hlutverk sveitarfélagana og hvað er hlutverk ríkisins. Og það verður stundum vera svolítið óljóst því miður. Þannig að ég er mjög ánægð með þetta tækifæri núna að það er að koma sjónarhald sem mun breyta þessu alveg gífurlega miklu. Og ég held miklu meira heldur en fólk gerir sér grein fyrir því að þarna fer þessu óþarfa orka foreldra sem eru að standa að leita sér í kerfinu. Hún fer í það að þú getur bara sinnt barninu þínu og fjölskyldunni, það er náttúrulega því að síður þetta hefur áhrif á hinn börnin og það þarf að hrúbeitra að þeim hluta í staðins að þú ert að eyða allt mikil orku í það að vera að leita eftir réttindi þíns innan kerfisins og hvað þú átt rétt á. Hvernig sérðu framtíð Heklu fyrir? Ég sé hann bara alveg ágætlega. Ég náttúrulega tek bara einn dag í einu.
það er náttúrulega eina sem við getum gert. Það er enginn sem getur svarað mér hvernig hlutinni verður eftir 1 ár eða 4 ár eða 5 ár. Ég horfa á þetta sem jákvæðan skóla og við gerum það í fjölskyldunum. Hún er að kenna okkur heilmikið og þannig ég er mjög, ekkert ósátt við mitt hlutskipti, alls ekki. Ég gef ákveðna uppáð fyrir hvert barn sem ég á. Mér finnst það svo gott fyrir hjartað. Hvað ætlar þú að gefa? Verum hress. Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur kynnir Raggapípara, Tedda rafvirkja, Dodda smið, Mumma múrara og þetta eru iðnaðarmenn í blíðu og stríðu. Þetta er bara svona á Íslandi, það er allir alltaf að flýta sér. Já, það má kannski segja það, já. Já, það er ekkert skrítið þó verði smá mistök af og til. Já, en er þetta ekki full mikið af því góð? Þú baðst fljótandi parkett. Já. Er þetta ekki fljótandi parkett? Jú, það má kannski segja það, já. Ég hélt það. Sko, ef þú ert eitthvað óánægð með þetta, getur bara að fengið einhvern annan í það. Það er minnsta mál í heimi, vinur minn, minnsta mál. Já. Ertu að vera búinn að tengja klóstið? Já, ég er að klára það bara. Hvað er það? Það er komið. Ok, glæsilegt takk að þér. Það er alveg veist, þú veist. Já, njóttu bara vel. Hey! Í jöfullin sjálfur! Hvað er í gangi hérna? Hvað er? Þú vildir að þið hægt að styrta niður, já. Hörru, það er eitthvað smábyrging við að gera. Það er eitthvað smábyrging. Það getur farið svona þegar maður er að skoða. Þegar maður er að flýta sér, Iðnaðarmenn í blíðu og stríðu. Blessaður. Heyrðu, ég verð að fá að tala aðeins við þig, sko. Ég er að fara á fund, sko. Já. En ég er alveg raskattur með þetta hérna. En ég næði ekki núna, hérna. Taktu bara númerið mitt. Já. Og verðum svona í sambandi bara á eftir. Ok, já. Ekkert mál, ekkert mál. Hérna. Heyrðu, við tölum saman. Já, flott. Já, við erum bara í... Já, flott. 755 3000. Númerið er 755 3000. Þú manst. Já. Þannig að það. Þetta er svo grín í lokið og við förum hér út í alvöru lífsins sem eru allir þessi peningar sem eru að streyma hér inn frá fólki út í bæ. Það er frábært að sjá hvað landsmenn hafa tekið vel í þetta og bara, já, ég veit að fólki hér í salnum er sammála mér á það, menn eru hálf hræðir yfir því hvað landsmenn taka þessu vel, en betur má duga skal, segjum við samt, þetta er mikið átak að koma sjónarhóli á legg, þannig að við skulum bara fara að lesa upp hérna þetta sem er að koma hér inn. Já. Hörður Jóhannsson í Borgarnesi, hann gaf 25.000 krónur og skorar á önnur fyrirtæki í Borgarnesi að gefa ekki minna, ekki síst vegna Borgnesingsins Torfa Karlssonar, þannig að hér kemur það. Gaflinn í Hafnarfirði gefur 100.000 krónur. Já, ég er hér með eitthvað. Endurskoðunarskrifstofan Þrep EHF gaf 30.000, skorar á allar endurskoðunarskrifstofur að gera slíkt hið sama. Gefa jafnháa upphæð, skulum við segja. Bílasala Mattíasar gaf 35.000 krónur, skorar á aðrar bílasölur að gefa sömu upphæð. Héraðsfréttablaðið Vikudagur á Akureyri gaf 10.000 krónur og skorar á önnur héraðsfréttablöð að feta í þau fótspor. Nú í Hitaveitu Suðurnesja, þar eru 100 starfsmenn sem eru að safna peningum núna og fyrirtækið ætlar að tvöfalda þá upphæð sem starfsmenninni gefa. Með öðrum orðum gefa jafnháa upphæð og starfsmennirnir. Ertu með eitthvað meira ekki? Nei, ég er búinn með hérna í bili. Svo er það stúdentaferðir. Þær gefa 25.000 krónur og skora á aðra ferðaskrifstofur og flugfélög að jafna það svona að minnstakosti. Já, einmitt. Nú, heildartalan núna í þessum töluðu orðum er hvorki meira en minna en 26.154.639 krónur. Og þetta er allt saman náttúrulega fyrir utan þann pening náttúrulega sem að Lína var að safna í dag. Má sjá hvað er hér? Vorum við búin að lesa þetta? Nei, held ég ekki. Þetta er bílabúð Benna, við vorum ekki búin að lesa það. Það eru 500.000 krónur frá bílabúð Benna og skora á önnur bílaumboð. Nú áhöfn Helgu Maríu, AK15 trúi ég þetta sé, vona ég lesi það rétt, 100.000 krónur. Það er sannlega Gunnar Magnússon sem er
Það sé ekki bara skipstjóri þar, ef ekki segja það? Kallinn borð. Eða útgerðarmaðurinn. Já, kallinn borð trúum við. Já. Og aðgerðin. Þetta er að nálgast 27 milljónir, þannig að það er frábært. En mér skilst að þetta er náttúrulega allt saman fyrir utan þann pening sem að Lína var að safna í dag. Já. Og mér skilst að hún sé að koma í hús, ekki satt Sigrún, er hún ekki að nálgast? Herðu, mér sýnist ég sjá glitta í henni einn uppi og það fer ekkert á milli mála þegar Lína er mætt á svæðið. Hæ, þetta er Lína, sæl og blessuð. Blessuð og sæl. Ó, gaman að sjá þig. Blessuð. Blessuð. Hvað er deila með þér? Svakalega Sko, ég er með fullt af peningum. Hæ, í alvöru? Ef við ekki koma að sýna strákunum þetta? Jú. Sjáumst á eftir. Bye bye. Herru, þetta er nú ekkert venjulegt. Maður kemst alltaf fyrir hérna á ganginu fyrir þessu. Nei. Og Lína lafir út. Ég sé það. Herru, hvað ert að segja mér? Ekki var ég svona dugleg. Nei, mér var bara svo vel tekið. Hi, guy! Bye! Hi! Hello. Hæ, Lína Sveppi. Hæ! Gaman að sjá þig. Frábært að fá þig. Sömuleiðis. Hvernig gekk þetta hjá þér? Blessuð og sæl. Bara mjög vel. Blessuð. Æ, minn. Jú, þetta gekk bara svona svakalega vel. Já, það ekki? Jú. Þú ert hér með fulla tösku af fé? Sko, ég fekk þessa dúkku, hún á að fara á sjónarhól og ég ætla sko að biðja þig um að geyma hana þannig að búið að byggja húsið. Og svo fekk ég svona fullt af umslögum, sko. Já. Hérna. Já, þetta er Þetta er frábært. eflaust eitthvað í þessu. Og það er þessi fyrirtæki Pharmaco, Kvenfélagi Hringurinn, Össur, Pokasjóður Vestlunarinnar og Landsbanki Íslands. Mér skilst að þetta sé einhverjir bakhjarlar söfnunarinnar. Jú. Já. Og það hefur verið vel tekið á móti þér. Mjög vel. Já. Hvað er Og svo fekk ég svona kassa líka. Þetta er ekki smáræðis kassi. Og þarna er... Höfum við grænan grunn hvað þetta er mikið? Nei. Þú ert ekki búin að telja? Viltu giska? Nei, mér skilist mínar upplýsingar segja að þetta sé allavega það mikið að öll þessi fyrirtæki ætla að leggja svona eitthvað að mörkum til rekstur sinns næstu 3 árin. Er ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að þú farir ekki rangt með það. Nei, þannig að þetta dreifist svona yfir 3 ár. Já. En hvernig var það, Lína, nú átt þú eins og frægt er úr bókunum um þig, þú átt svo mikinn pening sjálf. Já, sko, það var einmitt það sem ég ætlaði að koma að, Gísli Marteinn. Sko, ég nefnilega ætla að leggja þessi púk og ég ætla sko bara... Já. Jú. Þetta er gaman að sjá. Að gefa allt sem ég á, sko. Vá. Þetta er frábært, ef ekki að klappa fyrir Línu. Jú, klappa fyrir Línu. Já, ég hlakka svo til að fara að búa með öllu þessu fólki. Já, flyttur þú bara heim til þín? Já, það er verið að byggja nýtt hús. Já, það fyrir að leka eins í loftinu. Bara viðbyggingu? En getur þú haft hestinn og abbann í þessu húsi þegar allt þetta fólk verður Það ætla ég rétt að vona. Viljið þið það ekki? Já. Hver vil ekki hafa hest í eldhúsinu? Ég segi það, svo er þetta náttúrulega fyrir sérstök börn og það er náttúrulega erfitt að mótmæla því að þú sért pínulítið sérstök sjálf. Er það ekki? Þú ert alltaf sérstök. Ég seg þú mér. Já, mér finnst það. Mér finnst þú vera mjög sérstök. Já, þetta er fyrir. Mér finnst þú líka alveg einstakur. Já, takk fyrir. Ég flytt kannski bara inn á sjónarhól líka. Já. En Lína, ég er með frétt þetta þér. Hvað? Við vorum að fá áskorun. Nú? Nú er bara búið að skora á þig og dýrin í Hálsaskógi, mýsnar þar að syngja saman. Ég er sko alltaf til í söng. Er það ekki? Já, er það ekki? Það er sem sagt, það er maður sem er tilbúinn til þess að gefa pening, 100.000 krónur. Er það þú? Nei, ég er reyndar til ég að gefa alveg helling til að sjá þetta líka. En sem sagt, eigum við ekki að hafa bara sama háttinn á með Birgitu áðan? Jú. Að gefa þessu svona 15 mínútur eða svo, stundarfjórðung. Já. Og ef það safnast, ef ekki hafa það bara aftur 500.000. Jú, ef ekki bara, við skulum hafa það 1.000.000. Ef það safnast 1.000.000 næsta korterið, þá komið og syngið. Er það ekki gott? Á ég að fara að hringja með hann? Já, þú verður að hringja í Lilla Klifumús og Húsamúsina eða einhver af þessum dýrum og fá þau til að syngja með þér. Já, ég ætla að gera það. Já. Þú ert með síman hjá þeim allt svo leiðis. Já. Við þurfum að finna út af því. Já. Blessa með hann. Takk fyrir þetta, Lína. Já, það ættu sem sagt allir að leggjast á eitt til þess að láta þennan heimssögulega menningarviðburð ekki fram hjá sér fara.
þar sem að Dýrný Hálsakói og Lína Langsokkur saminast. Já, einmitt. Þetta verður nú algjörlega meiri háttar náttúrulega. Torbjörn Egnir og Astrid Lindgren í einu sæng. Í einu sæng. Já, en það komið tónlistaratriði, eða dansatriði heldur. Já, einmitt. Nú ætlum við Gísli að dansa. Nei, já. Það er reyndar ekki rétt. Við erum að fá Okkur hefur borgað 500.000 fyrir að dansa ekki, þannig að það er einnig bara óskipt í söfnunina. Já, þetta sem sagt Jóhann Örn Ólafsson og félagar hans úr dansmiðjunni þeir ætla að dansa fyrir okkur stórglæsilegan kúrikadans. Eigum við ekki bara gefa þeim gott klapp? Já. Takk fyrir þetta dansbræður, þetta voru sem sagt Jói Dans og vinir hans og þeir eru úr danssmiðjunni svo þetta sé nú alltaf á hreinu. En Gísli, okkur hafa náttúrulega ekki verið að berast nokkuð skapaða hlutur þetta en... Þættir bara bréf, þættir bara þetta lítið smiði. Það er bílalegan Hertz sem að gaf 50.000 krónur og það er þessi bílalegu keðja sem að gengur enn. Ægir Ingimundarson í Sniglunum, hann gefur 2.000 krónur og skorar á aðra snigla að gera slíkt þið sama og þá eru nú væn upp að til úr því ef allir myndu gera það. Nú, Iceland Express, flugfélagið, gefur 500 krónur af hverjum seldum farseðli í sólarhring. Það er að segja frá miðnætti núna síðasta miðnætti og fram að miðnætti í kvöld. Þannig að nú erum við að gera ákveða að skella sér til útlanda næstu helgi. Og á Egilsstöðum voru 3 12 til 13 ára stúlkur sem heita Gróa Hleinsdóttir, Þuríður Skarphéðinsdóttir held ég að fara rétt með, Guðrún Ása Frímannsdóttir heita þær. Þær söfnuðu á Egilsstöðum í dag 100.000 krónur hvorki meira en minna, þannig að það er glæsilegt hjá þeim 3 stöllum, þannig að þetta streymir inn. Það streymir inn aldeilis.
En við skulum fara aðeins yfir í alvöru lífsins og nú skulum við fá að heyra sögu Torfa Lárusar Karlssonar frá Borgarnesi. Torfi 6 ára brattur strákur sem glímir við sjaldgæfan sjúkdóm sem að kallast sogæðaæxli. Hann þrátt fyrir það ótrúlega lífsglaður ungur drengur og við skulum sjá lítið brot úr hans lífi. Það tekið mig keisara og vissi kannski ekki minnst af þessu en þetta var náttúrulega rosalegt að sjá hann þegar hann og sá hann upp á ökudeild. Þó sko við höfum fengið kannski svona helminginn og sjokkinu fyrirfram af því að það sást náttúrulega sónar, það var eitthvað að. En samt var þetta sjokk að sjá hvernig því að maður hefði gert sér ýmsar hugmyndir og þetta var ekkert í líkingu við það sem okkur hafði dottið í hug sko. Og maður stóð sér að því að fela hann sko, eða hann var settur út í horn, hann var sett skermur fyrir svo aðri foreldrar myndi ekki fá sjokk bara að sjá hann var alltaf með bleiu yfir sér en fyrir mér var hann bara alveg yndislegur. Já, maður fyrir náttúrulega bæði að spá í sko hvað tekur það nokkað tíma, hvað maður lengi frá hvort að einhver tíman bara yfir höfuð tæki við eðlilegt líf aftur, sko. Það er búið að gera á honum 6 aðgerðir úti og 2 hérna heima, svona stórar. Þannig að hafa verið svona 15, 16, 17 tímar yfirleitt. Það er búið að svæfa hann í yfir 100 tíma. Hann með þessi blóðæxli sem kölluð eru líkamann, en hefur þetta einhver áhrif á andlegan þroska þessi sjúkdómur? Nei, hann alveg meðaljan þroska og ég tel þessi bara mjög þroskaður með sinn aldur. Hvernig umgengst hann þetta sjálfur? Hann tekur þetta sjálfsögum hlut og þekkir ekkert annað. Ég hugsa að til dæmis hægri hendin á hann verði aldrei fullkomlega eðlileg. En náttúrulega það búið að taka 1 putta af til þess að fá lóa, réttan lóa á hendina á honum. Þannig ég hugsa að það verði aldrei fullkomlega eðlilegt en það kannski næra að plata í smá stund svona útlitslega séð. Hann fær mjög mikla athygli alls staðar sem hann kemur, sérstaklega ef hann fer utan eitthvað út úr Borgarnesi. Þá er mikið horft á hann, spurt. Og nú daginn ég var að koma út úr lyftu í Kringlunni þá sáu við 2 stráka og þeir segðu bara oj. Og þá fannst maður nú erfitt sko. Ef þetta kannski yrði eitthvað í framtíðinni ef það tæki sér svona. Hversu mikla umönnun þarf Torfi? Það þarf mjög mikla umönnun. Það þarf bara alla sólarhringinn. Því að ef hann verður veikur, þá sker það bara 1, 2, 3. Það bara, getur gerst bara á klukkutíma eftir klukkutíma verður við að koma út á spítala 1, 2 tíma. Þar, af því hann hefur bara aðra höndina í raun og veru, má segja hann sé einhentur. Þannig að hann getur lítið gert sjálfur. Þarf að mata hann, klæða hann. Hann borðar sjálfur, þarf að klæða hann. Það kemst ekki í peysu eða úlpu. Það þarf að hjálpa honum á klósett. Og já, það þarf að náttúrulega bara mjög mikla gæslu sko. Hvernig heldur að framtíðin verði hjá honum? Heldur að þetta muni há honum verulega? Ég hugsa að það fari voðalega mikið eftir honum. Hvað hann lætur þetta hafa mikil áhrif á sig. Það er mikil blessun að eiga heilbrigð börn. Hjálpum þeim sem eru ekki eins heppnir og þú. Hringið í síma 755 3000 núna. Hvað er það að fara að gera núna? Já, áfram með smjörið. Örn Kjartansson í Kringlunni gaf 50.000 krónur og skorar á Pálma í Smáralind að gera slíkt þið sama.
Þetta mörkunum hvað þetta að skora svona menn, nafngreina menn. Jæja, gott og vel, en Pálmi Smáralind bregst örugglega vel við þessu. Nú, Dressmann gaf 100.000 krónur, verslunin. Það eru 2 gluggaþvottamenn sem ætla að sjá það að allir gluggar á Sjónarhóli verði hreinir í heilt ár. Og það eru fyrirtækin Gluggabaldur og Ég sé út, en Sjónarhóll náttúrulega menn þarf að sjá vel til allra átta. Nú, félag grunnskólakennara gaf 225.000 sem 50 kall á hvern félagsmann og skora önnur félög að gera slíkt hið sama eða gera eitthvað í svipuðum dúr. Ingi Lúmex ætlar að gefa lýsingu í húsið sem að getur nú kostað skildingin. Fasteignasalan Foss gefur 20.000 krónur og skora á aðrar fasteignasölur. Gunnlaugur Karlsson á 36 barnabörn og gaf 1.000 kall á hvert og eitt eins og skorað var á hann að gera hérna áðan og aðra afa og ömmur, það 36.000 kall í honum. Nú, það má halda áfram. Bifhjólasamtök Sníglana ákveði í sameiningu að gefa 10.000 krónur. Dagmamma Ásta Guðjónsdóttir gefur 2.500 fyrir hvert barn sem er með í gæslu, það 1.500 kall, Kristján. Það er 15.000 fyrir Gísli, 15.000. Nú, Bjarni Ármannsson, bankastjóri, eða forstjóri heitir hann víst Íslandsbanka, hann komst ekki inn í gegnum símkerfið og hringdi í Rannveig og Rist í Gemsan og tilkynnti 500.000 krónur fyrir Íslandsbanka. Nú, MEPA sem er með 3 verslanir og, já, þetta er nú svo óljóst hérna. Já, þeir eru með 3, já, Sjónarhóll má mæta á milli 4 og 5, það er MEPA sem er með 3 verslanir. Sjónarhóll eða forsvarsmenn þær að mæta milli 4 og 5 á morgun í MEPU í Kringlunni og þeir fá andvirði þess sem að selst þann klukkutíman. Sjónarhóll, aðstæðum við Sjónarhólls mæta fylltu liði og kaupa einhvern helling. Sofía, Rakel, Tara, Elva og Ásta, þær eru 9 og 10 ára, þær heldur tombólu í dag og söfnuðu 15.000 krónum. Og gáfu það og síðan er hér 500.000 frá Bónus og þeir skora á Vífilfell. Væntanlega að gefa jafn há upphæð, eða að minnsta kosti. Já, og þetta er svo margt, við náum ekki að nefna þetta allt saman en að því að það er verið að reisa hús, það er verið að reisa Sjónarhól, þá er hér parkett og gólf sem vilja gefa fljótandi parkett í Sjónarhól sem það er 100.000 krónur. Ég held að ég ekki verið að tala um parketti sem er í Spaugstofunni, heldur svona öðruvísi fljótandi parkett. Og Málun og Spörslun ætla að gefa 400.000 krónur, svona svo við stiklum hér á stóru í þessu. En það er komin einhver heildarupphæð. Hún er 30.606.748. Já, ef við ekki gefa því gott af. Nú, það er samt rétt að geta þess að það dugir ekki til þess að reisa Sjónarhól því miður þótt að... Nei, það er tíminn. Já, þótt að fólk kæft það sem vel og við þökkum auðvitað fyrir það allt saman. Já, en þetta mun allt saman ganga, ég trúi því. Nú, eitt þeirra félaga sem stendur að þessari söfnun er Þroskahjálp og þar er formaðurinn Halldór Gunnarsson, þeir sem að fylgjast með íslenskri tónlist, muna þetta vel eftir honum, hann var í þokkabót á sínum tíma og við erum búin að liggja í honum, núna við Gísli, í 2 vikur, segja frá því í blöðunum og útvarpinu hann ætla að koma fram þó hann sé reyndar ekki búinn að lofa því. En félagar hans eru mættir hérna og Halldór er hérna út í sal. Nú held ég að við ættum að klappa Halldór hérna upp á svið. Kassar á lækjabakka, litlir kassar og dingalingaling, litlir kassar, allir eins. Einn er rauður, annar gulur, þriðji fjólublár og fjórði röndóttur og allir búnir til úr dingalinga, enda eru þeir allir eins. Og í húsum eiga heima ungir námsmenn sem gangi í háskóla sem lætur þá inn í litla kassa, alla eins. Þeir gerast læknar og lögfræðingar og landsbankastjórnendur og í þeim öllum er dingalinga, enda eru þeir allir eins. Þeir stundar sólböð og sundlaugarnar og sjósa sig í naustinu og eignast allir börn og buru og börnin eru skýrð og ferm og börnin eru send í sveitina og síðan beint í háskólan sem lætur þau inn í litla kassa og út úr þeim koma allir eins. Og ungu mennirnir allir fara
í business og stofna heimili og svo fjölskyldan sett í kassa, solla kassa, alla eins. Einn rauður, annar gulur, þriðji fjólublár og fjórði röndóttur. Allir búnir til úr dingalinga, enda þeir allir eins. Litlir kassar á lækjarbakka, að lokum tæmast og fólk sem í þeim bjó að sjálfsögðu sett í kassa, svarta kassa og alla Subaru Impreza. Öruggur, sportlegur og fallegur. Fjórhjóladrifinn bíll sem þú verður að reynslu aka. Ingvar Helgason. Pussy hefur alveg sérstakt lag á því að minna á morgunmatinn. Í hennar augum alltaf góður dagur, af því hann byrjar á uppáhaldsmatnum hennar. Pussy kattamatur fyrir alla ketti eins og Pussy. Nú býður Icelandair netsmelli á broslegu verði. Með því að bóka á netinu kemstu til London eða Glasgow frá 19.500 krónum með flugvallasköttum. Bókaðu strax á icelandair.is. Netsmellur, alltaf ódýrast á netinu. Hvað gerir þig að því sem þú ert? Eignir? Fjölskylda? Starf? Eða þær ákvarðanir sem þú tekur? Við mótumst af því hvaða stefnu við tökum á ólíkum stundum lífsins. Og hvar sem þú ert á æviskeiðinu, getur þú treyst á okkur. Íslandsbanki. Hvar sem þú ert. Ef sjúkdóma og slys ber að höndum, gott að eiga góða að. Efling stéttarfélag stendur með þér. Yfir 60 fagmenn í tísku bjóða þér að koma í opið hús víðsvegar á landinu, föstudag, laugardag og sunnudag til að kynnast öllu því besta og þykja ráðgjöf hvaðeina varðar útlit þitt, heilbrigði og velíðan. Mundu eftir leiðarvísinum sem kom með póstinum. Þú finnur líka allt tískudaga iðnaðarins á meistarin.is. Vertu velkominn, við tökum vel á móti þér. Skiptum ykkur tveimur ef að þið getið þessi hjón koma hingað. 1, 2 og brosa. Ekki vana þessu sísinni. Ís! Nei, alltaf, við hefum bara smá eftir. Býta, ekki reyna, mér langs að hafa sóma. 1, 2 og brosa. Við röðum saman aðeins þeim tryggingum sem henta þinni fjölskyldu. Við köllum það TM Öryggi. Við erum öðruvísi af því að þið eruð öðruvísi. Tryggingamiðstöðin. Það góðu kostur að við hinn heilbrigðu styrkjum langauppbætt. Hringdu núna. Já, það gjörsamlega allt að gerast hérna á Markúsartorgi og símalínundar fara bara hreinlega að springa eða eitthvað. Og ég var að fá svolítið undarlegan miða í hendurnar. Hér stendur að ef að Ögmundur Jónasson sem að hér situr, eins og þið sjáið, hann ásast að hringja í ákveðin mann út í bæ sem heitir Árni og Njálsson. Ertu til í þetta? Nú veit ég ekkert hvað Árni vill. En þá voru að láta mig fá númerið hans, Árna. Ok, þú ert með síma. Ég er með síma. Ég ætla ekki að vera að lesa það upp svo að þjóðin fara að hringja hann Árna. Halló, það Árni Njálsson? Blessaður og sæll Ögmundur Jónasson. Ég fekk skilaboð að ég ætti að hringja í þig.
Já. Þetta æsispennandi. Heyrðu, það nú bara heyrir enginn í þér, sérðu, ég verði eiginlega bara að þú heyrir vel í mér, það er gott. En þú ætlar að leggja, en það heyrist ekki út sko í sjónvarpið, en þú ætlar að gefa, og þið... Hann ætlar að gefa? Já. Þríburandir á brúnaspöðun, Já, nú viljum við bara fá að vita sko, við erum svo forvitin. Hann ætlar að gefa hvað og hvers vegna? Já, 20 ára, já. 256 krónum, og hvað er þetta mikið? Já, og hvað er þetta mikið í heildina? 10.000 krónur, já. 3.500 og hvað, tvíbura, og þetta er hvað mikið í heildina? Já, og í heildin er þetta því að ég býða hérna við 10.000 krónur, þakka þið fyrir það, allt í lagi, ég býð heilsa, blessaður. Persónulegur aðdáandi Ögmundar gaf hérna 10.000 krónur og þökkum honum fyrir það, við ætlum að heyra hérna í línu. Og eigðu gott kvöld. Jæja. Bless. Hvað segir þá? Bara fín. Gengur ekki vel? Jú, mjög vel. Frábært. Herðu Lína, ég er með fréttir handa þér. Hvað? Þér tókst að safna 27 milljónum króna fyrir Sjónarhól á næstu 3 árum og geri aðri betur. Í dag? Já. Í þessum fyrirtækjum sem þú fórst í dag, þessum 5 fyrirtækjum. Já. Ég segi bara takk fyrir okkur. Frábært. Vel á sig vikið. Takk. En á ég að syngja eða hvað? Syngja núna? Nei, ekki. Herðu, hvernig gengur þér að ná í dýrin? Bara mjög vel. Já. Nú er ég sko bara farin að láta fólk hringja í mig. Já, ég skil þig. Ok, flott. En við ætlum núna að fá að heyra sögu 5 ára drengs. Hann heitir Guðmundur Páll Sigurþórsson, en hann hefur verið greindur með athyglisbrest og ofvirkni. Við skulum sjá hans sögu. Ég hafði verið að vinna í ráðgjöf vegna athyglisbrests og ofvirkni og þekkti því einkenninn dálítið vel. Og svo líka er pabbi hans greindur með athyglisbrest, þannig að það voru svona vissar líkur á því að hann væri líka ofvirkur eins og pabbi. En líka vegna þess að bara mjög fljótlega þegar maður pínu lítill að þá komu fram svefntruflanir. Hann svaf mjög stutt í einu, hvert úr var mjög stuttur. Og þegar hann var til dæmis sofnaður í vagninum, ég var búin að keyra allan bæinn einhvern veginn með hann og svo sofnaði hann loksins og ég keyrði hann inn í garð, hljóp inn í íbúðina og þá leið byrjaði hann aftur. Þannig að hann svaf aldrei nema stuttatúra og líka á nóttunni. Og hjá honum hefur komið líka í ljós að hann er með fínhreyfi erfiðleika og ákveðna svona jafnvægiserfiðleika og er í iðjuþjálfun vegna þess. Og hann átti erfitt með að beita skærum og erfitt með að teikna og svona. Og sérstaklega hefur maður áhyggjur af því þegar hann byrjar í skóla er það að hann hafi örugglega náð valdi á skriffæri. Hann náði því ekkert, það er reyndar að koma. Þannig að þetta, ég er mjög bjartsýn með þennan strák, sko. Það er sagt að sé kannski það bil 70% af þeim sem að eru með athyglisbrest og ofvirkni sem að ekki pluma sig mjög vel í lífinu. Það er 30% sem að gengur mjög vel. Og ég held að það hljóti að fara svolítið eftir í hvernig við komum fram við börnin og svo kannski eitthvað hefur það með lyfjameðferð að gera. Vitum við hversu mörg börn þjást af þessu? Hérna á Íslandi? Nei. Guðmundur Páll, hann er kominn á núna til dæmis lyf sem að breyta sko öllu fyrir hann. Hann er allt í einu farin að geta hluti sem hann gat ekki. Hann er farin að sitjast og spekulera og búa til svona röksamhengi sem er kannski ekki alltaf alveg rétt en það er samt, nú veit ég að því að eitthvað, það er að því að þetta og þetta sem hann gat ekki áður. Hann gat ekki fest sig við svona hugsanir.
og hvað þá að sitja og gera eitthvað. Getur ímyndar hvaða aðstoð svona fyrirbyrði eins og Sjónarhóll getur veitt foreldrum í þessari stöðu? Já, ég held að sko bæði í mínu starfi hitti ég margt fólk sem að þyrfti að fá miklu betri upplýsingar og ekki bara það heldur. Það er svona eins og þessi enginn sem heldur alveg utan fjölskylduna. Það er kannski leikskólinn kemur og heldur hérna utan barnið, þar sem að það er, en það vantar kannski eitthvað til þess að hjálpa svo fjölskylduna. Og þarna ætti svona miðstöð eins og Sjónarhóll að geta sameinað svolítið, sett svona kúlu hérna yfir. Þú þarft ekki endilega að gefa heila milljón. Hvað sem skiptir máli. Hringdu núna. Síminn 755 3000. Það er hárrétt hjá Jónasi R. Það þarf ekki að gefa milljón en það er ótrúlegt að nokkrir hafa gert það samt hér eins og fram hefur komið í kvöld og margt að það hefur ekki komið fram en við þökkum öllum fyrir. Það er að minnsta kosti engin ástæða til að slappa af í þessu eins og Jónas R. myndi segja. Nákvæmlega ekki. Nú, heildartala núna hvorki meira né minna og nú erum við bara að tala símasöfnunina sjálfa. Við erum ekki að tala það sem að Lína safnaði og þetta eins og þið sjáuð á skjánum 38.237.102 krónur. Og þetta sem sagt frátöldu því sem að Lína safnaði sem að þið heyrðu áðan voru 27 milljónir hvorki meira en minna til 3 ára reyndar. En ég held að því að þessi tala var svo lengi þá voru maður örugglega búin að gleyma símanúmerinu, Gísli, heldur ekki? Já, það geta við sjálf örugglega búin að gleyma þetta kannski minna á það aðeins en síðan ætlum við að fá spaug. Síðan fáum við meira spaug, frá spaugstofan. Alveg hreint. Sérstök börn þurfa á þinni hjálp að halda. 755 3000, hringdu strax. Mundu ekki eftir kosningaloforðunum. Sko, það ekki að vestan eitt? Nei, ég held ekki í dag. Ertu með nikótíntyggju? Nei, ég er eyðslufíkill. Ég er að reyna að hætta að eyða. Og notarðu tyggjó við því? Já, flott. Viltu sjá? Jesus Christ. Já, það klikkar ekki tyggjó við. Heyrðu, sko, ég verð að fá að tala við. Ég er búinn að fá síma hjá þér, skilur upp, taka númerið þitt. Ég er að fara á fundun og ég næ þessu umgana vegi núna. Heyrðu, ok, ég er í skránni, verið mér samband á eftir. Ok, verða samband. Föstudagur klukkan 2, möguleiki að hittast? Já, ok, hérna, já, flott, hérna, ok. Já, skulum, verið mér sambandi. Það er þá staðfest. Já, það er það má segja, þetta síðasta var Helgi Hóseason. Fyrsta skiptið sannlega sem hann er ekki með mótmæli, heldur bara meðmæli með númerinu. Já, en nú held ég okkur hafi tekist að koma saman þessum menningarlega stórviðburði sem við hálfpartinn lofuðum á þegar við ætlum að leiða saman helstu hetjur Astridar Lindgren og Torbjörns Egnes því að Lína Langsokkur, Lilli Kljúfumús og reyndar Húsamúsin líka eru búin að safna var það heilli milljón? Ég held að það eru heil milljón. Og þau ætla að standa við sitt og taka lagið. Já, er eftir nokkra bíða, það er Jóhann G. Jóhannsson sem ætlar að spila undir hjá þessu stórmerkilega tríói. Ekki bara klappa þau upp. Já, Lilli.
Ein mús best af öllum og músin það ég. Í heimi mús engin slík hetja stórkostleg. Ég geng allan daginn og gítarinn minn slæ. En svengi mig að stundum þá syng ég bara og hlæ. Doddi vían dæ! Ég heldur í húsamús, hefi allt sem þarf tilbús, magal, bæð og bringu kolla, bústin, krof og spergla holla. Fæ mér bita og bita í senn, bragðgott það, viti menn, uni við það alla daga. Enda hef ég góðan maga. Hér skal nú glens og gaman, við getum spjallað saman. Gáum hvað þú getur, vinur gettu hver ég Verðlaun ég þér veiti, ef að veistu hvað ég heiti. En hvað þú í villu, þetta vil ég segja hér. Hér sem lína langsótt, trala átt, trala ei, trala átt, trasa. Já, hér sem lína langsótt, já, lína það ég. Tralalala, tralalala, tralalala. Allir með! Tralalala, tralalala. Sjöfum, 300.000. Nei, 9.500. Mun að hringja. Hefur gaman að Já, það var frábært. Þetta var mikill viðburður í heimsmenningarsögunni. Örstutt hér. Það er gott að þú ert svo lítil átökist. Já. Eignamiðlun skorast ekki undan. Það var áðan áskorun fasteignasölur og það 100.000 kall frá eignamiðlun þarna. Nú, landsfundur... Ég skal lesa þetta frá vinstri til hægri. Landsfundur Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs safnaði 150.000 krónur fyrir sjónarhól á landsfundi sínu sem að fór fram yfir helgina, eða fer fram, held ég, fyrir Austanfjall. Nú, starfsmannafélag Húsavíkur gaf 100.000 kall og skorar önnur starfsmannafélög. Og hvað hafa Pétur K.R. Hafstein gefur 100.000 krónur. Þorsteinn Óskarsson rjúpnaveiði maður skorar og aðra rjúpnaveiðimenn að gefa 6.000 kall eins og hann. Þeir þurfa ekki að kaupa sér nýja riffla fyrir þetta season. Geta sparað sér það að gefa peningin í söfninu í staðinn. Já, og svo eitt hérna bara rétt að lokum sem ágætt. Friðrik Væsabel, fjölmiðlamaður og Piparsveit, skorar á Piparsveina landsins að sameinast. Hann gefur sjálfur 25.000 krónur og biður aðrum að gera slíkt hið sama. Já, skorum á alla. Skorum á alla Piparsveina að gefa minnstakosti jafn mikið á Friðrik og Isabel. En nú ætlum við að heyra svolítið meiri tónlist því að hingað komin einn alvinsælasta hljómsveit landsins. Við bjóðum velkomna á svið í svörtum fötum með lagið Þú sem ert mér allt. Svo við gefa þeim gott klapp. Nóttin hlustar á þinn andardrátt. Ég sest á þína sæng, fingur snerta vanga þín. Og ég vona að þú vaknir brátt. Næturmáninn skín og hann ljósi finnur leið. Meðan gluggatjöldin bærast af og til. Elsku ástin mín, þú sem fyllir huga minn. Af orðum var að finna og þeirra Þú sem ert mér allt. Þú sem ert mér allt. Framtíðin svo skýr, svo auðvelt viður eignar, svo yndisleg.
svo bærið þú á þér og þú opnar augun þín. Lítur þú á mig, segi ég, þú sem ert mér allt, þú sem ert mér allt. Það ég í svörtum fötum, svo stór vinsæla hljómsveit og þarna var með þeim í bakgröndum sem var held ég óvenjulegt við uppstillinguna. Hún ekki í hljómsveitinu svona venjulega Regína Ósk Óskarsdóttir og þetta stórfína lag. Víðimelsbræður hafa gefið 100.000 krónur í minningu Árna Ólafs Hafsteinssonar sem var sérstakt barn og dó 6 ára. Árni var systursonur þeirra Víðimelsbræðra þannig að þeir gefa 100.000 krónur í minningu hans. Menn gefa af ýmsu tilefni og þetta misháar upphæðir. Hér hringdi maður sem kynnti sig sem óvirkan alkóhólista, hann gaf 3.000 krónur og það samsvarar það bil verði einnar áfengisflösku. Þannig að menn gefa sem sagt misháar upphæðir og misjöfnu tilefni. En er ekki kominn tími á eitthvað spaug? Ég held að sé kominn tími á spaug og jafnvel að minna á númerið. Ég held að menn séu svolítið að gleyma númerinu, menn eru svolítið að gleyma númerinu, þannig að við minnum á númerið og fáum síðan spaug. Hvað var það aftur? Ég bara manna það ekki, við skulum líta á það. Viltu ekki gefa börnunum smá pening? Hringdu núna. Fyrirgefðu, ég spyr hvað erindi átt þú hingað fyrir? Læknisins? Ég er ekki syngi. Ha? Ég er ekki syngi. Sko, hljóðið fer ekki saman við varhreyfingarnar. Heyrðu, ég sé það núna, maður. Finnst þér ekki óþægilegt að horfa á þetta? Þetta er alveg hrikalegt. Hvernig heldur sé það að vera svona? Getur það verið erfitt? Já. Ég var rekinn frá sjónvarpinu. Sjónvarpinu? Já, ég var fréttalesari þar. Það var alltaf verið að kvarta yfir því að ég væri ekki syngi, svo ég var rekinn. Og hvað, er hægt að gera eitthvað í þessu? Já, ég á víst að fá einhvern syngáburð út á reseft. Og ef það dugar ekki, þá er ég trúlega settur bara í táknmálsfréttirnar. Já, hvern fjáran voru við eiginlega að drekka? Ég hef nú enga áhyggjur af því. Ég hef nú meira áhyggjur af því að hann Gauji sagðist búa á 5. hæð. Við náum aldrei þangað með þessu áframhaldi. Nei, það er réttur. Höfum hún á hól. Já, já. Nú erum við í vondum málum. Þá var hann löngu kominn. Hver? Í alvöru? Hvað er þetta að segja? Þetta er merkilegt maður. Ég hef aldrei trúið. Blessaður. Já, hæ. Já, bara fínt. Já, takk sem hún leiðis. Voru ekki búin að ræða þetta bjóri? Jú, það reyndar aðeins. Það var mikið stuð okkur síðan. Já, það var alveg mega gaman. Við erum að gera þetta aftur. Endilega. Sjáumst. Sjáumst, bæ. Hvað ertu að gera? Með nikotín tyggjó? Nei. Þetta er hægt að liggja? Er það hægt að halda framhjá? Halda framhjá? Tekurðu tyggjó í því? Klikkar ekki. Símanúmerið er 755
3000. Loksins komið alvöru fólk á kamerunnar hérna, þannig að þurfum við vonandi að vera í góðum fókus núna. Herðu, Holtsmúlabúð ætlar að gefa 1 árs trippi undan orra frá þúfu sem að hlýtur að kosta einhverja formúu. Já, þeim hefur fundist hestininn að línuvanda félagskapu þetta. Já, sennilega sko. Það hafa borist af því fréttir að þeir sem eru að hringja í númerinn, þeir lenda stundum á tali og það getur gerst og það er bara góðar fréttir, þá eru margir að hringja, en hins vegar þá þegar menn hringja í 900 númerinn og lenda á tali þar, þá er ekki búið að gjaldfæra þá upphæð sem þeir eru að hringja í. Þannig að ef þið hringið í 904 1500 til dæmis, og það er á tali, þá er ekki búið að taka af ykkur 1500 kall, en þannig að þið skulle hringja aftur þangað til þið náið sambandi og það fer ekkert á milli mála þegar þið náið sambandi. Á tali virkar semst ekki sem samband. Það sé á hreinu. Það er á tali. Heyrðu, við ætlum að halda áfram nefna þetta tvennt bara í fljótheitum. Hópbílar og hagavagnar sem gefa 100.000 krónur hvort fyrirtæki og 66 gráður norður gefur 200.000 krónur. Nó, en við ætlum, já, mjög svo, og við ætlum að heyra núna reyndar sögu Kára Freys Þorfinnssonar. Hann er 5 ára drengur hér í Reykjavík sem hefur frá fæðingu þarfnast gríðarlegrar umönnunar. Heyrum hans sögu næst. Það má eiginlega segja að ég hafi tekið eftir að ég væri ekki allt í lagi svona hálfu mánuð eftir að við komum heim á spítalanum. Sem sagt, það var augntif. Ég náði ekki að fókusera augun á honum og svo í framhaldi af því þá fórum við til augnlæknis. Það var ekki nema 3 mánuða. Og svo hefur svona, já, í framhaldi af því þá fór svona eitt og annað að koma í ljós. Það var línur, höfðaspennan var lág og þegar hann var 8 mánaða, 9 mánaða þá fer hann í heilaskanna og þaðan í sjúkraþjálfun. Hann fer á greiningarstöðina, sem sagt rúmlega 1 árs gamall, fer þar í alls konar próf og fer þar til þroskaþjálfa. Þannig að þá hausti kemst hann í leikskóla, kemst hann í Múlaborg, sem er leikskóli fyrir, eða er með blandaðan leikskóla. Og þaðan fer hann svo í sjúkraþjálfunina, þó ég hafi þarna í millitíðinni farið sjálf með hann. Þá veistu að hann er bæði skortir líkamlegar hreyfigetu og sömuleiðis að það er andlegi þroskinn er ekki sá sem hann ætti að vera. Já, þó maður hafi kannski ekki gert sér alveg grein fyrir hve mikill hann var, eða hvað hann var eftir á. Hvernig hefur þér gengið að fá lausn til að mála í gegnum tíðina frá því að þetta uppgötvast þegar hann er lítill? Hefur þið þurft að sækja hjálp víða? Hvernig hefur þið gengið það að eiga við kerfið? Hefur þetta verið slagur? Myndirðu lýsa því þannig eða? Nei, ég myndi ekki lýsa sem að þetta sé eitthvað slagur, heldur, já, hvað maður segja, óþarfa tímaeyðsla. Það, fatlað barn, það verður ekki heilbrigt bara á einni nóttu, Hvaða þjónustu færðu við soninn þinn? Við erum með stuðningsfjölskyldu og við erum með heimilisaðstoð. Og dugar þetta? Við látum það duga. En dugar ekki? Það má alltaf gera betur. Það er alveg deginum ljósara. Þú átt 18 mánaða barn. Fólk hlýtur að spyrja sig að því þegar maður er búinn að eignast barn sem er fatlað eða veikt eða hvað svo sem það er einu sinni, hvort það er ekki gegnum hugan og fólk sé svona óttast leið í næsta skipt. Hvernig var það? Við hugsuðum aldrei út eða þannig. Þá hefðum við ekkert, ef við hefðum verið að velta því fyrir okkur, þá hefðum við ekkert eignast annað barn. Það var bara að líta á þetta barn sem bara einstakt barn
bara halda áfram, eða taka því og reyna að gera sem best úr því. Framlag þitt kemur langveikum börnum til hjálpar. Hringdu núna. Síminn er 7 55 3000. Benedikt Búálfur loksins komin á myndband. Komið með til Álfheima, þar sem Benedikt og félagar kljást örlög Álfheima í þessu gífurlega vinsæla barnalegriti. Fæst í öllum verslunum Hagkaupa. Þú finnur allt tískudaga iðnaðarins og meistaranna á meistarin.is. Mr. Anderson, welcome back. He's going to have the power to destroy this world. And if I can't stop him, I'm not so bad once you get to know me. Matrix Revolutions. Sýnd í Sambíónum og Háskólabíó. Allar McGordon gallabuxur 1990. Dressmann. Það hefur aldrei verið eins auðvelt að baka ekta súkkulaðibita smákökur og nú. Deigið beint á plötuna og inn í ofn í 9-13 mínútur við 180 gráðu hita. Gjörðu svo vel. Fæst í verslunum Hagkaupa, Bónus og 1011. Ég ætlaði að fá klippingu. Já. Hefur maður ekki bjóðið þvott? Það er svo skítið þetta er hárið. Já, ég er bara tímabundin. Já, nei, við erum enga fyrir þessu. Ég er með svo góða græði þetta. Nú er það? Já. Til það. Bara, og svo bara. Læsilegt. Jæja. Það held ég. Aðeins þurrka það. Með þessu byrju. Læsilegt. Heitt. Heyrðu, þá ertu bara komið. Vá! Jæja, ef þú ekki bara að drífa okkur í klippinguna? Já, maður þess að. Nei, heyrðu, ég er alveg sáttur við þetta. Eða ekki? Jú, ég er að kaupa þetta alveg. Já, nei. Nei, ég er búinn að vera einn hérna bara. Já, Grani var á sjálfsstyrkingarnámskeiði. Já, einmitt, ekkert mál, blessaður. Geir, ég veit allt. Ég get allt. Gerir allt miklu betur en fúll á móti. Jæja. Ég kann allt, skil allt, díla allt miklu betur en fúll á móti. Já. Smíða skútur, skerpi skauta, byrja þrum og osta. Já, og gröð. Haltu kjafti! Þannig kannski óþarf að vera fúll á móti. Þitt framlag skiptir máli. Hringdu núna. Já, það er ennþá allt brjálað hérna á Markúsartorginu og mér er náttúrulega alveg meinilla við að trufla þetta fólk að störfum, þannig ég ætla bara að nýta tækifæri og segja ykkur nokkra sögur hérna. Sigurður og Þýðrún hringdu. Þýðrún er búin að vera dagmamma í 30 ára og 7 barnabörn og ákvað að gefa 1000 krónur fyrir hvert þeirra eða 7000 krónur sem er náttúrulega frábært. Svo eru þau Sara Kristinsdóttir og Telma Kristjáns, 9 ára vinkonur. Þær tóku sig til og heldur hvorki meira en minna en 3 tombólur og söfnuðu 5606 krónum. Húrra fyrir þeim. Síðastur hérna er Sigmar Atli, hann er 11 ára og á heima á Selfossi. Sigmar er sjálfur félagi í einstökum börnum og skorar á allar fjölskyldur á Selfossi að leggja sitt af mörkum. Hann gaf 1500 krónur sem hann borgar úr eigin vasa og við viljum náttúrulega leggja áherslu á það að það er ekki síst þessar minni upphæðir sem telja því þess að allir vita gerir margt smátt eitt stórt. Ein símhringing frá þér skiptir máli. Hringdu núna, síminn er 7 55 3000.
Já, til okkar er komin gestur sem ég veit að margir hér eru búin að bíða eftir lengi, en það er hann ráðherrann sem fer með málaflokkin sem hér er til umfjöllunar, Árni Magnússon, félagsmálaráðherra, velkominn. Takk fyrir. Eðlilega spurning, ertu búin að hringja og gefa söfnunina? Nei, ég er reyndar ekki búin að því. Ég var að fylgjast með söfnuninni hérna frammi og þetta gengur náttúrulega alveg frábærlega vel og ótrúlega gaman að fylgjast með því hvað vel þjóðin hefur tekið Þú ert viðurkenna og þú hafir ekki hringt? Já, ég sko eitthvað ekki. Eftir þetta trúa allir öllu sem hann segir. Heyrðu, en hérna, það eru margir spenntir að vita hvað kom út úr spjalli ykkar í ríkisstjórninni sjónarhól. Það fregnaðist að þið hefðu eitthvað verið að ræða þessi mál. Já, það er rétt. Við fjölluðum málefni sjónarhóls á ríkisstjórnarfundi í gærmorgun og ríkisstjórnin ákvað þar að leggja sjónarhóli til 45 milljónir króna. 15 milljónir á ári í rekstrarstyrk. Ég ætlum bara að knúsa þig fyrir þetta. Takk alveg kærlega fyrir. Verður það góður? Og hvað ég er glöð. Ég ætla aðeins að bæta í púkkið. Það voru 2 strákar sem komu alveg sérstaklega og gáðu mér 4.000 krónur og ég ætla að setja þetta hérna. Já, takk fyrir það. Frábært. Og hvað ég er glöð. Má ég setja hjá ykkur? Já, gjörðu svo vel. Yndislegt að fá það eins og alltaf. Já. 45 milljónir krónur sem þið ætlið að leggja í þetta, þannig að þið eru búin að skrifa upp á að þetta sé hið þarfasta málefni greinilega. Já, það liggur auðvitað alveg ljóst fyrir og niðurstaðan er þessi. Við leggjum sjónarhóli til þennan rekstrarstyrk 15 milljónir króna á ári í 3 ár og vonum að félaginu nýtist þetta fé vel sem ég veit að mun verða. Já, þetta er glæsilegt og það taka allir þessu vel hérna. Takk fyrir komin, Árni. Það var gaman að heyra og takk fyrir þessar góðu fréttir fyrir þetta fólk. Miklu frekar þakki fyrir og til hamingju með árangurinn. Takk sem leiðis. Þið sitjið róleg. Síðastu barnið. Já, ég skal byrja. Já, það er komið að síðustu svipmynd okkar af sérstöku barni. Það er hann Óskar Óli Erlendsson, 10 ára, sem við kynnumst núna. Já, hann er mjög mikið hreyfihamlaður hann Óskar og talið er að hann hafi hreyfið þroska 3 mánaða barns á sömu sviðinu og þar horfi vilsa myndavél byggur ykkur afsökunar á því. Og þrátt fyrir þetta þá gengur hann í almennan skóla og tjáir sig og tekur próf með augnhreyfingum. Við skulum heyra hans sögu. Óskar er nýkominn úr aðgerð og það var verið að lengja sinarnar í hnjásbótunum. Og hann fékk líka Botox sem var sprautað í vöðvana, lærvöðva og í kálfa. Og þetta er gert til þess að hann geti rétt úr hnjánum. Hann náttúrulega situr mikið og nær ekki að teygja almennilega á hnjánum. Þessu lyfi er sprautað í vöðvana, þá slaka vöðvarnir á, hann lamast tímabundið og þá er hægt að rétt úr hnjánum og hann fer í aukna sjúkraþjálfun í framhaldinu. Lýstu þið aðeins fyrir okkur hvernig það var þegar skulum bara segja þegar þú áttar þig á því að hann er svona mikið fatlaður? Sko, þegar hann fæðist þá er hann mér fannst hann kannski heldur vera á undan öðrum börnum í þroska. Það vildi þannig, eða var þannig að það voru mörg önnur börn sem fæddust í kringum okkur í fjölskylduna á þessum tíma. Þannig ég hafði mikla viðmiðun og hann var svo vakandi og svona sperrtur og stinnur en mjög óvær og vansæll með sig frá leið að við komum heim þá var hann mjög orðinn vansæll og leið greinilega mjög illa þannig ég var strax viss það að það var eitthvað að þó að mig grunaði ekkert í þessa áttina. En þegar hann var 3 mánaða þá fórum við inn á spítala til þess að athuga hvað ylli þessari óværð. Þá fengum við að vita þetta, hann væri með heilagalla og útlitið væri kannski ekkert mjög gott svona. Við fórum heim með það og í raun og veru bara tekið hendina á okkur á spítalanum og kvödd í raun og veru og þannig að við fórum heim með barnið okkur og vissum ekkert í raun og veru hvað framöndan væri og vorum á sama tíma að glíma við þessa miklu óværð sem var allan sólarhringinn. Þetta er, eins og þú segir, þið þurfið að hafa umsjón með hann og raun og veru 24 tíma, það þarf að fæða hann og klæða og baða, það þarf að snúa hann á nóttunni og svo framvegis. Þetta er 10 ár, hefur þetta tekið mikið á, er þetta ekki raun erfitt? Jú, þetta er erfitt. Sérstaklega, maður náttúrulega þreytist og eldist og yngjumst því miður ekki.
En, já, þetta farið að taka svolítið í. Hvað sérðu fyrir þér? Því nú er Óskar 10 ára, styttist í að verða unglingur. Hvernig sérðu fyrir þér til dæmis unglingsárin og svona þessi fyrstu fullorðinsári og svona segja? Ég reynir nú aðalega að taka bara einn dag í einu. En ég sé það fyrir mér að Óskar flytja heiman á svona unglingsárunum. Því að ég held að umönnunin verði þá orðin bara okkur ofviða en auðvitað heldur maður samt áfram að halda utan um barnið sitt, það er ekki svoleiðis. En já, ég sé það fyrir mér að hann flyttist að heiman og verði bara lifi nokkuð sjálfstæðu lífi með aðstoð. Langveik börn þurfa þinn stuðning. Hringdu núna. Hvað, á að geta haldið áfram að nudda? Herri vinur minn, ég á rétt á mínum kaffitími svarir. Hvað? Já, ef þú ert ekki ánægð með þetta, þá getur bara farið eitthvað annað. Hér er bara unnið samkvæmt kjarasamningum, sko. Já, ég bara... Já, blessaður nöldra eins og þið sýnist. Ok. Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur kynnir Raggapípara, Tedda rafvirkja, Dodda smið, Mumma múrara og þetta eru iðnaðarmenn í blíðu og stríðu. Doddi minn! Já? Doddi, fyrir ekki þessin í mér? Já? Viltu segja hættu þennan feiti á výrana? Þá rýta þér á þetta. Allir vegi. Já. Miklu myndari. Já. Allir vegi. Doddi minn! Já, betur Doddi minn, miklu betur. Ég er að taka annað þátt býtur. Doddi minn, já. Doddi minn! Já, Doddi minn, svona hefur verið að flýta sér. Já, ég veit það. Fyrir ekki þessi með Doddi minn. Þetta er að kippa mér í gegn. Já. Hvaða læti eru þetta, maður? Hvað er að þér? Ég fekk flís í mig. Fekstu flís? Þannig ekki að láta eins og óhemja þó að það fengið smá flís í þig. Ég skal kippa úr hérna. Má ég sjá? Iðnaðarmenn í blíðu og stríðu. Enginn má liggja á liði sínu þegar gott málefni er annars vegar. Hringdu. Þá er rétt að geta þess að P. Samuelsson, Toyota fyrirtæki með öðrum orðum, ætlar að gefa hvorki meira ni minna en 700.000 krónur. Og núna, akkurat í þessum töluðu orðum, þá hafa safnast í símasöfnunina og það er að segja að frátalinni rausnalegri gjöf ríkisstjórnarinnar sem að hér áður var nefnt, 45 milljónir, og því sem að Lína safnaði. En þá er heildarupphæðin orðin núna 45.368.326 krónur. Ef ekki þakka fyrir. Sem verður þetta að vera fyrir utan. Já, fyrir því. Og það er bara svona og þetta er auðvitað bara frá ykkur sem að sitja heim í stofu, þannig ég held að þið ættu líka að klappa fyrir ykkur bara heim í stofu sem hafi lagt ykkar að mörkum hér. Alveg stórkostlegt auðvitað. En það er komið að tónlistaratriði. Sú söngkona sem ég held að syngja á flestum plötum fyrir þessi jól er einmitt að vilja skemmtilega til að það er söngkonan sem Íslendingar geta ekki fengið nóg af. Já, þetta er auðvitað engin önnur en Dittu Sigrún Hjálmtýsdóttir sem er hingað komin og ætlar að flytja lag af nýjum diski þeirra Valgeirs Guðjónssonar sem spilar nú í aftur og horfa í snarvillsa átt. Jæja, sem spilar einmitt hérna með henni en þau skoðuðu einmitt með auka útgáfu tónleika í salnum á þriðjudag. Já, lagið heitir Engja sláttur og er eftir Valgeir við ljóð Jóhannesar og Köllum eins og öll lögin á plötunni. Við skulum klappa fyrir þeim skoðu hjúm. Þú manst kannski litla ljóðið mitt ljóshærða stúlku á engi
sem lagði höndin á hjartað sitt og hlustaði lengi, hið roðnandi brok ég reifur sló, hún rakaði ljána feimin og fugl í brjósti mér fagurt hló og flaug út í heiðan geiminn. Ég óskin í hennar augum las og endur minningin lifir, hið bláa vatn og hið græna gras og glaða sólskinið kvöldið hvar mér sú unun öll sem ómaði geði mínu, sólin leið bak við ljósu fjöll og lá þar í blóði kannski litla ljóðið mitt. Þetta er að fara núna. Við erum hér í styrku. Já, mér er bara alveg sama. Sko, næst þegar ég kem með föt í hreinsun, þá vil ég bara að sé almennilega gert. Já, vertu blessun. Geir, slappað af. Vertu ekki stífur og styrður og þver. Stundum þú gengur fram að mér. Stundum ertu þerrlegur bæði frekur og kröfuharður. Finnst mér stundum að þú sért illa úr gjörði garður. Eins og brjáluð hundstík í stórri kindahjörð. Ég er bara eins og brjáluð hundstík í stórri kindahjörð. Slappað af. Þó að þú sért trylltur þá veistu vel að þarft við þolum svona mikið kel. Býttu við. Hægan! Hægan! Græni. Hægan! Hægan! Græni, sko. Hægan! 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 Já, já. Hægan! Vertu stilltur, vertu spilltur. Og það versta við þig hvað oft þú verður trilltur. Þú ert svo viltur. Já, allt of viltur. Veistu, ég bara... Vá! Er það hægt að halda fram hjá, sko? Tekur þið tyggja við því? Það er nú kannski óþarf að vera fúll á móti. Og stela úr hennu. Ertu ekki búinn að hringja? Ég er búinn að pumpa. Númerið er 755 3000. Hringdu núna. Það er nefnilega það. Klapum fyrir framlagi Spaugstofunnar í kvöld sem er búið að vera afar mikilvægt. Óvenju ferskir Spaugstofan. Já, ansi góðir. En þá er þessari söfnun nú eiginlega bara alveg að ljúka og við þurfum svona bara að fara að komast að einhverju niðurstöðu. Já, þessum söfnun að þætti er að ljúka en söfnun sjálf kannski getur nú haldið eitthvað áfram. Söfnun að þátturinn náttúrulega, akkurat. Já, við erum hér með góðan gest. Ég held þú ætlaðir að kynna hann. Nei, ég ætlaði að láta það þér að eftir. Já, það er... Ég veit ekki hvað hann heitir. Nei, ég kannast ekki vera mann. Er hann í einhverju sjónvarpsstöðu? Velkomin Sigmundur Ernir Rúnarsson. Takk að þér. Þú ert fyrirgefsir. Já, eiginlega. Hvernig hefur þetta gengið? Nú er það bara eina sem við viljum fá að vita. Ég held að ég hafi nú sjaldan verið jafn þakklátur og þetta kvöld. Og það er alveg ljóst að þegar Íslendingar, þessi litla sæta fjölskylda sem við erum,
leggur saman þá þetta alvöru þjóð. Þetta forsetaræða. Já, þetta forsetaræða. Það duga ekkert minna en mikla ræður á þessari stund og þetta náttúrulega hefur gengið fram á vonum og það alveg augljóst að allir hafa lagst á eitt að gera þetta kraftaverk. Sjónarhóll orðin til. Jæja, ef ekki að klappa fyrir því. En kannski bara rétt að skjóta þið inn 49.818.839 krónur, nýjustu tölur úr símasöfnuninni eingöngu. Það rétt að það 50 milljónir. Sigmundur, við þessa upphæð þá leggst það sem að Lína safnaði út í bæ og það leggst líka það sem Árni Magnússon tilkynnti mér áðan. Hver þá heildarupphæðin? Ég get glatt alla landsmenn með þessari upphæð vegna þess að það kemur nú gamli fréttamaðurinn upp í mér núna vegna þess að ég held að Íslendingar hafi slegið Íslandsmet í kvöld í söfnun af þessu tagi og þegar við leggjum saman framlag ríkisins, framlag bakhjarlana, Deltu Pharmaco, Össurar, Landsbankans, Pokasjóns Verslunarinnar og Hringsins og peningarna sem hafa safnast hér í símasöfnunni, þá teljast þetta að vera orðnar 119 milljónir. Já. Og þetta náttúrulega... ekki í lagi að upplýsa það núna, við reiknum með því að þegar við lögum að staði við þyrftum að safna 40. Og þetta náttúrulega ekki bara tölfræði, þetta ekki bara tala á blaði, þetta líka gífurleg hvatning til allra þeirra að við höldum 5.000 barna sem eiga og stríða við margvísleg veikindi, fötlun og þroskafrávik og fjölskyldna þeirra og ég held við höfum hvatt allt þetta fólk með ólíkindum miklum stuðningi hér í kvöld og það er þetta fólk sem eigir núna mikla von að eignast þennan miðpunkt, þetta þekkingatorg sem Sjónarhóll verður og ég þekki það á eigin raun að þetta verður mikil breyting, straumhvörf í þessum þætti samfélagsins og nú þakka maður bara. Frábært. Hvað? Við farum að ljúka þessu? Það ekki bara? Jó, mér langar svona aðeins að spyrja þig Sigmundur Ernir, þættinum er að ljúka, þessu átaki, þessu 2 tíma átaki er að ljúka, en söfnuninni og ykkar verkefni er hvergi nærri lokið? Nei, nú erum við bara að bretta upp ermarnar og byrja að leita að húsnæði og byrja að ráða fólk til starfa á þessari þjónustumiðstöð sem Sjónarhóll verður og við byrjum bara strax á morgun þó að sé Drottinsdagur, sunnudagur og hefjumst handa við að leita að húsnæði og hanna þessa starfsemi. Það er mikilvægt að hún verði mjög mikilvirk og geti sinnt mjög mörgum á stuttum tíma. Og nú er eins og ég segja að byrja að skoða húsnæði og safna saman þessum peningum að sjálfsögðu. Söfnunin heldur áfram, símarnir þagna ekki fyrir klukkan 12 í nótt og svo veit ég að það er margvísleg önnur starfsemi framundan, fullt af krökkur sem ætla til dæmis eins og á Laugarvatni, ég hef búinn að heyra margar sögur hér í kvöld, sem ætla að koma saman og vaka í eitt sólarhring og horfa á íslenska bíómyndir leið og safna saman peningum og svona sögur er að finna víða land og ég minni til dæmis á tónleika Caritas klukkan 4 í Kristskirkju á morgun þar sem koma saman mikill fjöldi frábæra listamanna, Dittu þar á meðal, sem veit okkur mikinn pening vegna þess að það kostar 2.000 krónur inn og við munum fylla sjálfsögðu Kristkirkju og allir sá peningur rennur í Sjónarhóll. Það er auðvitað inn í þessum tölum auðvitað öllum er náttúrulega ekki það vinnuframlag sem að mjög margir er að leggja fram og alls konar gjafir sem ætla að gefa og ég ætla að nefna hérna vegna þess að hér nú að bera stór merkileg gjöf í söfnunina sem er hvorki meira en minna en frímerkjasafn alla leið frá Bandaríkjunum. Þetta eru 14 frímerki, ég vona ég hafi skilið þetta allt saman rétt. Þau eru öll á umslagi, fyrstadagsmerki, 22 karata gull og verðmæti safnsins er 1,5 milljón króna. Þannig að hér fengum við 15.000 krónur til viðbótar. Já, ég ætla að bæta því við, ég var að fá nánari upplýsingar nákvæmlega. Þetta eru Kristján Eðvald Halldórsson og Svanhvít Magnúsdóttir sem eru að gefa þetta frímerkjasafn. Ég verð, kæru stjórnendur, að fá hér tækifæri í Blálokin til þess að þakka þeim ótal mörgu aðilum sem hafa lagst á eitt og lyft þessu kraftaverki hér í kvöld og dagana undan og við langar náttúrulega sérstaklega að minnast þar á þátt Landsbankans og Landssímans sem hefur hjálpað okkur ákaflega mikið og svo fjölda annarra fyrirtækja sem hafa gert spjakherlar og þeirra fyrirtækja og fólksins í landinu sem hefur náttúrulega safnað saman þessum peningum og svo að lokum
ekki síst ykkur, sjónvarpinu, sem hefur lagt gífurlega vinnu í þetta. Rás 2 hjálpaði okkur mikið hér á dagunum og undan söfnunin og þið eru búin að standa ykkur frábærlega og það er ykkar þáttur, Egils Eðvarðssonar og félaga sem hefur gert það verkum að þetta prógram hefur heppnast fullkomlega og alla fjölskyldur í landinu segja bara einfaldlega takk fyrir. Við segjum á móti takk fyrir okkur að hafa fengið að kynnast í rauninni þessum heimi sem maður kannski áttar sig ekki á alltaf að það til. Takk fyrir komuna líka Sigmundur Ernir og ykkur sem eru hér á sjónvarpssal, þakka ykkur fyrir. Við ætlum líka að þakka ykkur sem heima sátuð í stofu og auðvitað sérstaklega þeim sem hringdu, þeim fjölmörgu sem svöruðu líka í síma bæði hér í sjónvarpinu og í Verslunarskólanum og Háskólanum í Reykjavík og allt þetta fólk og auðvitað tónlistarfólkið, allir voru að gefa vinnu sína til þess að til stuðnings þessu góða málefni. Við hefum engu við þetta bæta sér, er það? Já, við viljum náttúrulega þakka fyrir bara allt þetta. Þetta er eiginlega óteljandi atriði sem þarf að þakka fyrir, en síðast en ekki síst viljum við auðvitað þakka öllum þessum sérstöku börnum sem drýja hetjudagur á hverjum einasta degi og hafa unnið að þessari söfnun með einum eða öðrum hætti. Það þakkum við bara fyrir. Já, takk fyrir það. Góða nótt. Verið bless. Úr augum björtum sakleysið þitt skín. Svo létt og frjáls sem fuglur flýgur grein af grein. Svo glöð í söngum þínum, svo ung og hjartarein. Þú hendist yfir borðið, þú sprettur upp á stól. Þú stígur dans á gólfinu, þú þráir fjör og sól. Nú ertu 30 ára, ó elsku ljúfa mín, því ég þetta litla ljóð til þín.